Þessi þáttur í boði Pop Smells, nammi frá Nova Sirius, súkkulaði og pop, kemur í 2 bragðtegundum, velnið súkkulaði, piparduft, persónulega ég reyndast á piparduftunum, ég endast á þessu og það skemmir ekki fyrir, þetta passa mjög vel með flottir bíómynd. Og ef þið hafa áhuga að hjálpa mér að stækka podcastið, þá með ég bara endilega fylgja mér á Instagram, YouTube, Facebook, bara öllum þessum miðlum og ekki gleyma, kaupa Pop Smell. En ég gæti til dæmis, ef þú myndir fá þér, að ég verð aðeins að minnast á styrktaraðan. Pop Smellur frá Nova Sirius, sem ég veist geðveitt. Ef þú til þess myndir fá það núna, og þú væri að smetta á þessu, þá gæti ég lækka í þínu mic. Að ég hlusta sjálfur á þáttinn, þegar ég vinna hann. Þannig að ef þið langar í, þú getur fengið þér, bara ekki allan þáttinn. Hverjum langar ekki í alltaf, skilur, þetta er svo geðveitt pop. Þetta er góð helsing. Herri, ég ætlaði að spyrja að hann fyrir mig bíómyndudót. Út í plötunni hérna. Bring in. Já, ég er með gjöf fyrir þig. Ertu með gjöf? Já. Surprise. Platan. Geðveikt, maður. Þetta er óræða. Yes, sir. Ég verði að sína þetta fram í kameruna. Já, sýnir í kameruna. Það er svo gaman, ég er að fá svona gjafir í þessu podcasti. Ég þykir svo vænt það. Takk hjálfur þetta, maður. Já, verður góð. Ertu með hérna CD-spilara í bílnum? Nei, það er rosalega fáir, sko. Ég ætla að spyrja þess út í að því að þú gefur þetta út á geisladisk, hann kemur út að það ekki 17. mars. Jú, kemur 17. mars, er það ekki bara í dag, þannig séð, eða þú veist? Ég ætla að gefa hana þátt út 17. mars, sama dag og plataðin kemur út og það er líka afmælisdagurinn þinn. Já, afmælisdagurinn. Og ég ætla að segja núna til hamingjum afmæli. Takk fyrir það, takk fyrir það. Þó það sé ekki koma alveg strax. Takk fyrir það. Hver var pælingin að hún kemur sérst út á geisladisk, en svo kemur hún út hvað, cirka 2 vikur seinna á Spotify? Já, svo gefur hann 1. apríl á Spotify. Hver var pælingin með þessu? Ég gerði þetta líka síðast, sko. Pælingin þú veist, hún ekki eitthvað svaka langt, sko. Þetta er bara, mér finnst alltaf fínt þegar fólk að borga mér fyrir plötukaup, sko. Já, ertu bara að hugsa þetta sem bara svona smá auka pening bara og upp á funni líka, bara að vera með plötu? Já, og svo það líka það, sko, mín kynslóð, þú veist, þegar ég var lítill þá átti ég fullt af geisladiskum, skilur. Og það var, þú veist, alltaf einhvern veginn svona draumurinn, sko, að gefa út geisladisk, skilur, gefa út plötu eða svona, þú veist, að eigi þetta í einhverju formi, skilur. Og geta safnað þessu. Já, geta kannski sýnt, þú veist, afabönnunum mínu með eitthvað í framtíðin eða hérna, þú veist, að afið að vera einhvern tíðan svalur, skilur. Ertu þess að gefa þér það að þú verður ekki svalur þú verður afi? En þú veist, einhvern tíðan svalur? Heldur þú ekki cool afi? Jú, ef ég verði einhvern tíðan, eða þú veist, ef ég lifi svo lengi, sko. Já, fjandinn hafi það. Eða þú veist, jú, ég var á bílasvalur afi. En ég skilja líka þegar þú ert að búa eitthvað til, eins og þú ert að búa til þessa plötu. Ef þú gefur hana bara út á þessar streymisveitur eins og Spotify, þá þetta einhvern veginn ekkert svona áþreifanlegt. Nei, já, það er akkurat málið, sko. Og mér veist, þú veist, ég veit það ekki. Svo líka alltaf gaman þegar maður gefur þetta er svona tvöföld gleði. Maður gefur þetta á geisladisk, þú veist, eins og ég gerði síðast, þá var ég að keyra út alla bæ, eitthvað að hitta eitthvað fólk, skilur, sem ég kannski aldrei hitt á þau, sem að hlusta grimmt á tónlistina manns, og rosalega, finnst gaman að hitta mann og eitthvað svona, spjalla þess við mann, sko. Það er rosalega gaman. Það er rosalega gaman líka að fá pening frá þessu fólki, sko. Viltu að ég borgi þér fyrir? Nei, alls ekki. Þú líka sagði að það var gjöf. Já, þetta er gjöf, sko. Ég skil gott við. Ég hafði alveg hefnaði að gefa henni, sko. Ég er ekki fátækur, sko. Þannig að þú átt alveg pening fyrir mat á morgun og svona. Þetta er ekkert... Nei, sko, ég þarf að fá lánaði á mömmu til mánaðamóta, sko. Þú gafst mér eitt stykki. Já, bara út af þessu, sko. En mér þykir rosalega vænt þetta, takk í alveg, þetta mér finnst það ekki. Ég er bara að hugsa núna síðan gast mér hana. Ég samt bara að hlusta það líka. Ég er bara að hugsa ok, hvar get ég spilað þetta? Já. En ég held ég geti gert það. Ég ánefnilega Blu-ray/DFD-spilara. Fyrir ekki? Allt góð. Og ég get sett það þangað í þann spilara. Já. Tjekka á þess allan, þú fær forskot á sæluna, þetta kemur ekki út fyrir en eftir einhverja daga. Já. Þú veist. Eða þess að daginn í dag. Þegar fólk er að horfa á að hlusta á þetta podcast. Já, það er þetta. En hvernig getur það að keypt plötuna þér? Bara sent mér á Facebook.
Já, bara enga skilabóð. Já, bara Instagram eða eitthvað, sko. Eitthvað svoleiðis. Og hvernig er þetta skuttlistu fólks, eða? Já, eða bara, þú veist, fólk kíkir á mig eða eitthvað, sko. Þetta ekkert margir, sko, þú veist, ég pantaði 150 eintök og ég býst við að selja svona 130 kannski. Já, ok. Ég meina, þú gerði þetta líka með síðsplötu, eða ekki? Jú, það pantaði fyrst 100 eintök, það seldist allt, sko. Svo pantaði 100 viðbót og það seldist eitthvað svona kannski helmingur af því eða eitthvað, sko. Það er svona eitthvað gott. Já, það er ágætt maður. Þú hefur bara gert það sjálfur? Já, svo veit þetta ég held að þetta hafi ekkert áhrif á spilanum og Spotify, sko. Nei. Svo fann maður greitt fyrir það líka. Já, en er það ekki bara eitthvað svona klink? Nú var tónlistamenn svolítið talað um það. Kannski ekki að fá nóg. Ég er alltaf þakklátur þegar ég fæ eitthvað, sko. Já. Þú veist, ég er heldur ekkert vanur, sko, í að geta verið eitthvað að rukka einhverja 100 áskalla fyrir eitthvað sjóf, sko. Nei. Já, þú meina það, þetta er kannski aðalega þannig fólk sem að... Ég er ekki bara ofta eitthvað skítapakk, skýru, bara að vera þakklátt, skýru. eins og Taylor Swift var að kvartundan þessu, sem fær milljónir. Já, bara í mansioninu sínu bara, með þjónuna sína. Okkur fæ ég ekki aðeins meira frá Spotify. Sástu South Park þáttinn þegar ég gerur grína þessu? Nei, að Spotify eða? Nei, þetta var eitthvað, þú veist, þegar fólk var að byrja, þú veist, setja inn á netið og byrja að downloada svona ólöglega og svona kjaftaði. Og allar svona stjörnunar voru rosalega reiðar yfir þessu, sko, af því að þetta hafði áhrif á plötusölu og svona kjaftaði, sko. Þannig að það er Napster byrjaði? Já, ætli það ekki. Já. South Park feitt grínaðar, sko, það maður fyndið. Horfir eitthvað á? Nei, mér finnst það ekki lélegir. Nei. Ég hef ekki séð það bara síðan það kom út bara fyrst, ég sá fyrstu seríun eða eitthvað. Ha? Já. Og ekki meira? Nei. Á South Park? Já. Ok. En þú veist, þetta ætti að vera svona dót sér í fíla. Bróðum er alltaf að benda mér okkar þætti og var að tjekka þessum. Já. Svo bara einhvern veginn, hef ég gert það? Nei, ég gæti verið á sér stóri nokk gamall í það, sko. Þú veist. Var þetta eitthvað svona skot? Nei, alls ég finna bara sjálfur mér að, þú veist, þegar ég er kannski byrja best að tjekka South Park, þú veist, ég gæti legið yfir þessu Simpson og svona þáttu, ég gæti legið alveg yfir þessu bara heilu dagana. Svo reyni ég að horfa á þetta núna og ég einhvern veginn svona, þú veist, ég er ekki alveg að ná sömu tengingu við þetta og ég hafði henni í gamla dag, sko. Finnst ekki nefna Simpsons? Ég hef bara fekk með Disney Plus heima, streymisettuna. Og ég horfði aftur á eitt Simpson þátt. Ég tók okkur 2 þætti í þessum gömlu seríum sem eru svona talda bestar. Já. Og ég hafði alveg gaman að þessu, en ég var samt alveg svona, þetta var aðeins betri minningunni. Já, fannst þið það? Já, smá. Já. Það er kannski eins og segja, maður er kannski bara eldri og... Já, það er stuð, þú veist. Hausinn á manni þróast alltaf, sko, og smekkurinn líka á svona, sko. Já, kannski er maður bara leiðilur. Já, gerist það ekki þegar maður verður svona miðaldra? Miðaldra? Já. En ég er 6 ára eldri þú. Já, ég er að verða miðaldra. Líður þannig? Stundum. Þú veist, ég er eitthvað, ég er að skamma börni mín á náttslónum. Það bara, þú veist, ég bara, er ég alvörinu orðin svona, skilju? Maður sem vildur aldrei verða? Já, eiginlega, sko, eða þú veist, ég ætlaði náttúrulega bara alltaf að vera rockstjarna og bara, þú veist, bara partía, skilju. Já, mér er engin börn og ekki svona fjölskyldulíf og, ertu að tala um það, eða? Já, nei, ekki tala um það, sko. Börni mín horfði ekki að það hérna. Ég er ekki sem elskir ekki börnin, ég er að tala um... Ég ætlaði að vera bara rockstjarna, skilju, og ég hafði ekkert, ég var bara ekki gáðar en það, ég pældi ekkert meiri í, skilju, bara vera bara rockstjarna, skilju. En sástu það fyrir, þegar þú hugsaðir út í það, sástu það fyrir börn þar? Nei, ég sá fyrir mér einhver partí og einhverja línur og eitthvað svona dót, sko. Já, þú sást það fyrir? Já. Ok. Svo tíminn þinn í dag er svolítið öðruvísi, þitt líf í dag. Já, það er eiginlega bara eins, sko, venjulegt og það getur orðið á köflum, sko. Ég bara, þú veist, ég get ekki vakið meira en til 1 á nóttinni. Þá er ég bara 70% öryrki, skilju. Líður bara illa og ég á bara ándjóks, langar stundum að fara að gráta, skilju. Bara orðin það þreyttur. Já, bara að þú tónum það þreyttur og þú bara, ég er þreyttur. Já, ég var einmitt að vinna, sko, svolítið mikið helgina og kallaður út, ég var bakvakt og svona rugl. Já. Ég var að vinna, þurfti að mæta eitthvað í vinnuna, þú veist, 8 morgun, ég var búinn klukkan 11 og gat þá farið heim og náð smá svefn áður en ég þurfti að mæta aftur klukkan 8 morgun daginn eftir, sko. Og við búum í svona tvíbíli og það var greinlega,
það var eitthvað í gangi fyrir ofan okkur, skilju, það var eitthvað partí, skilju, og þetta er svona mjög gott fólk sem býr hana og allt þetta var svona, já, þetta var bara svona venlegt partí. Já, það var allavega eitthvað í gangi, það var rosa mikið læti og eitthvað svona, einhver gleði, sko, og ég fekk bara kvíða leið og ég kom heim og ég bara, oh my god, þú veist, og ég ekki að fara að fokkin sofna og svo bara stverði ég á kottan og ég byrja eitthvað, þú veist, já, þú veist, reyna að sofna, skilju, og svo haldi þessi læti áfram og ég hugsa bara, ég bara aldrei ná að sofna, skilju, og svo ef þú hugsa það, nærðu náttúrulega ekki að sofna, skilju. En eins og eyrnatappar, segur ekki mjög sluðis? Ég gerði það alltaf, sko. Finnst það ekki þægileg? Nei, eiginlega ekki. Ég sé alltaf sluðis. Það? Já. En núna varst það eignast barn og bara treður þeim í bara. Jep. Og bara, já. Af því ég heyr alveg í gegnum. Eyrnatapan. Já, ef hann fara að grenja, að heyrist háttjón, þá heyr ég alveg, skilur, ég myndi vakna við það. En svo við snúum aðeins dæminu við og ég tek því í smá viðtal. Hvernig þetta fíla að vera pabbi? Mér finnst það mjög skemmtilegt. Þetta er mjög krefjandi samt. Mér finnst nú bara að hlæja, þú ætti að djóka. Nei, ég skilði alveg. Mér finnst þetta gaman. Já. Mér finnst þetta gaman að halda okkur litlu kríli sem að ég átti þátti að búa til. En þetta er rosaleg vinna, maður. Þetta getur tekið á, sko. Sérstaklega að maður náttúrulegur haugur, eins og ég sko. Þá þetta erfitt, sko, stundum. Hvað meðum náttúrulega haugur? Ertu að tala að viltu sofa út og eitthvað svoleiðis? Já, maður. Ég elska að sofa út, maður. Ég var líka þannig. En veistu það, ég er alveg tilbúin að sættum við það að það líf er bara svolítið búið. Já. Og það er bara komið nýtt líf. Já. Og ég þarf bara að venja svolítið því. En þetta er svolítið sjokk. Það er fyrsta barn hjá mér, skilur. Já. Ég einmitt, sko, sofa út, maður. Núna ég segja svolítið sem að ég ætlaði aldrei að tala um eitthvað svona opinberlega. Ég þurfti að fara í ADHD greiningum daginn. Og alveg bara síðan að ég varð bara fullorðinn, skilur, þá hef ég alltaf verið bara þreyttur. Alla daga, bara alltaf misþreyttur. Þú veist, núna er ég rosalega þreyttur, en núna er ég ekkit eitthvað rosalega þreyttur en ég sagði þreyttur, skilju. Sérst núna í podcastinu? Nei, bara, ég var alltaf þannig, skilju. Já, bara yfir allan daginn, alltaf, alveg sama hvað ég svaf mikið eða eitthvað, ég var alltaf þreyttur. Svo fer ég í einhverja ADHD greiningu og sálfræðingurinn sem tekur mig í greininguna segir að það sé eiginlega bara nóg að horfa á mig. Þú veist, ég hef ekki þurft alltaf að skilja einhverjum gögnum inn og eitthvað svona. Já, það var bara gamlega, þú veist, retard, þú ert bara með ADHD, skilju. Og ég eitthvað næs maður og En þú veist ekki segja að í dag maður þarf að passa mikið það sem maður segir. Já, algjörlega. Þú meinar sem þetta ekkert með því að þetta sé eitthvað slæmt fólk. Með ADHD? Ég er með ADHD, skilju. Ég má segja það, skilju. Ég veit að maður er alltaf svo stressaður. Það er fólk sem er að miskilja eitthvað. En nú er ég bara að tala um sjálf á mig, sko. Hvert er ég komin? Sorry. Já, ég fekk hérna plagg. Já, hún bara stimplaði. Já, bara, þú ert rétt á lyfjum, skilju. Og ég fer hérna, eins og ég var að segja ráðan, hann fer til geðlækni, svo fæ ég uppskrifu lyf, sem þetta Elvans, og ég er á einhverjum 60 milligrammum, og alveg síðan ég byrjaði á þessum lyfjum, þá hef ég ekki einu sinni orðið eitthvað þreyttur yfir daginn. Ég bara vakna, tek lyfin, og svo er ég bara með orku yfir allan daginn, bara. Og það er bara geðveikt. Þannig að þú finnur bara gríðarlega mun? Já, því allavega, sko. Þannig það er bara, já, þannig ég hef ekki sofið til hádegis bara síðan ég fikk greininguna, held ég. Og hver er fyrstu greiningu? Þú sagði nákvæmlega á hann, eða sagði bara, það er ársíðan, eða 2 mánuðir, eða? Bara mánuður, held ég. Já, ok. Þannig eftir að þú komst til mín fyrst, þá varst það ekki að fá greiningu? Nei. Já, það stutt síðan? Já. Ok. Þú veist, ég ætlaði heldur aldrei að fara í greiningu, sko. Að því mér finnst þetta að vera svolítið Stimpla fólk? Nei, þetta er svolítið tískubylgja finnst mér. Þetta er ábyggilega bara samt ég eitthvað að dæma, sko. Já. Allir eitthvað svona að fara í ADHD greiningu og eitthvað svona, já, fyrstu greiningu, til hamingju, eitthvað svona, þú veist, loksins fyrstu greininguna þína og svona, og hrókafullu hausinn á mér, bara tekur ekki þátt í þessu, fyrst bara glata, en sjamt er hérna núna eitthvað að opna mig mynda, skilju, þannig ég ætlaði aldrei að fara í greiningu, og mér fannst þetta geðið asnalegt, og mér fannst þetta að vera afsökum bara fyrir öllu, skilju. Það er til að kona mín eiginlega bara sagði bara bara hingað og ekki lengra ykkur. Það gengur ekki lengur með þig, og bara, nú drattast ég í greiningu. Hún rækði,
Já, þannig hérna. En þú hefur allan verið til í það, annars hefur allan farið. Þú hefur verið til í það. Já, ég streyti svolítið á móti í einhver ár, sko. Hún Já, er svolítið lengi að reyna að fá mig, sko. Já, ok, það tók ekki 2 daga. Nei, alls ekki. Konan er eiginlega bara eitthvað, oh my god, hvað hann var lengi að þrjóskast við þetta. Já, og nú er ég hérna, sitt ég hérna, sérstakur. En hvað fannst þú að hafa grætt á þessari greiningu? Ég veit þú fyrst þessi lyf, en finnst þú að hafa grætt eitthvað á þessu? Nei, raun að vera ekki, kannski, þú veist, ástæði fyrir hlutum sem að voru alltaf einhvern veginn að fara úrskeiðis í lífi mínu, skilju. Nú er ég komið með einhver svona læknisfræðilega ástæði fyrir því, sko. Og finnst þér það þægilegt? Er þægilegra að vita af því? Nei, ég held að innst inni hafi ég einhvern veginn svona alltaf vitað af þessu, sko. Þú veist, já. Og ég hef alltaf verið, þú veist, alltaf hérna bara síðan ég mann eftir mér, þá er alltaf verið svona hvernmaður í mínu lífi sem hefur alltaf skammað mér reglulega. Kannastu við það, eða? Nei. Fyrst er það náttúrulega mamma manns, sem skamma mann alveg, þar til maður verið fullorðinn, skilju. Og þá eignast maður konu sem að tekur við kindlinum, skilju, og byrjar að skamma mann reglulega, sko. Já, ég veit ekki þess að alveg að kærasta mín hefur kannski ekki beint skamma mig, en að ég get alveg verið þrjóskur, þver, óþólumöður, eitthvað svona. Og hún getur stundum svona aðeins ítt mig, bara hei, hvað er í gangi? Ég kann alveg að meta það, ég kannski þegar hún segir það, þá er ég ekki alveg stöðið til þess að heyra það, en þetta er oftast rétt hjá henni. Já, þroskað svar hjá þér, eða svona. En er það ekki saman á því, eða? Jú, algjörlega maður. Þegar konu þín segir eitthvað svona við þig, hefur hann þá ekki oftast rétt fyrir sig? Nú, ég hef aldrei hitt þessu konu. Jú, já, byggilega í öll skiptin, sko. Við kallar, við erum oft svolítið einfaldir. Já, þú veist. Já, við erum það og konur eru, þú veist, á hinbóin rosalega flóknar. Mér finnst það, já. Rosalegar tilfinningaverur, sko. Geta farið svolítið upp og niður, sko. Já, algjörlega. Flóknar, sko. Já, en þess vegna, það myndast svona jafnvægi. Já, þá myndast þetta jafnvægi, sko. Já. Það er allan mín upplöðun. Já. Algjörlega, sko. Við erum bara að byrja á eitthvað svona sálfræði tíma. Þetta er gott intro. Það ekki. Yfir í, þetta er svaka tenging núna hjá mér. Já. Yfir í bíómyndir. Yfir í nördasík, já, ég er svona, ég sagði við einhvern daginn bara, ég er aftur að fara í þetta podcast hana, þetta kvikmyndapodcast. Ég já maður, og það var eitthvað, já, ákveðin að fá þið aftur. Við vorum eitthvað að hlusta á þetta í vinnunni, en ég og vinnufélagarna, og þeir sögðu að þú vissir ekki neitt bíómyndir. En málega sem er rétt, skilur að þú veist en þú veist alveg eitthvað bíómyndir og þú ert alveg með eitthvað smekk. Það er allir með smekk, skilur eða það ekki? Jú, en það er líka alveg gana að tala við þess að veit ég fá það. Já, topp 10 vinsalda hana dótinu. Eins og segja það, þú bara þinn þáttur er mjög vinsæll. Tröllreið sinnunni hana. Þú bara komst og rústaðir þessu. Þannig að þú þvílík pressa á þessum þætti að hann verið geðað vinsæll líka. Já. Ég er að djóki. Við erum að segja eitthvað sjokkarindi. Já, nei, við smakkum ekki. Ég var að gifta mig. Já, hörðu til hamingju með það. Já, takk fyrir það maður. Ég sá það á Facebook. Já. Hvað ákvað svo lengi að gifta þig? Bara hluta því að ég vildi ekki fullorðnast held ég. Eða það? Já, þú veist, ábyggilega, sko. Já. Nú er maður einhvern veginn, þú veist, bara, nú ert orðin fullorðin, skilju. Bara búin að kaupa þér hús, skilju. Búin að skuldbinda þér, skilju. Bæði fjárhagslega og svo ert orðin giftur og með 2 börn og með bumbu í þokkabót. En nú er maður bara fullorðin, skilju. Er þín versta martröð? Það var það er það ekki í dag, sko. Af hverju ekki? Hvað er breyst? Ég held að það sé bara þroskin, þú veist, eftir að ég var edrú að byrja að þroskast almennilega, skilju. Já. Þú veist, að ég veit ekki hvort ég hef sagt það í síðasta podcasti, þú veist, ég var bara barn sem var dópisti, eða bara svona dópistabarn, sem var síðan fullorðin dópisti og sem hætti síðan að vera fullorðin, hætti síðan að vera dópisti og var allt í hennu bara fullorðin og þú veist, og bara, já, og þá einhvern veginn fyrst byrjaði ég að þroskast einhvern veginn svona almennilega í hausnum, sko. Ég var bara, þú veist, 23 ára, 16 ára úlingur, þú veist. Því maður staðna svo rosalega í þessu. Já, þegar maður ykkur rugli. Já, en nú ég bara komið hérna með 2 karakter gullina. Bara einlega til hamingi maður. Já, það var það, hann er svo 16 karakter held ég. Já, mér er það flott. Já, kostaði mikið, sko. Kostaði mikið. Mælurðu með þessu? Ég veit að það ekki múið að giftu lengi, en mælurðu með þessu? Já. Það er svolítið ekkert breytt, sko. Það breytist ekki neitt.
veistu, bara sitja einhverja atömm, sko. Veistu, ég var búin að sjá þetta einhvern veginn fyrir mér, sko, að því að ég fekk mig hvolp daginn, sem var svona lítill hvítur tjúi sem ég skýrði úlf, og við vorum eitthvað búin að ræða þetta og ég sagði, já, sko, ef þú ætlar að giftast mér, þá ert að giftast okkur báðum, þú veist, mér og úlfi, sko. Sagði þú? Já, eitthvað svona djóki, samt, en, þú veist, aðtöfnin átt að vera þá ætlaði ég að halda á úlfi, sko. Áttum að vera þannig að tveir saman, sko. Fekk hann hring? Ha? Fekk hann hring? Nei. Þú ekki keypt eitthvað fyrir hann? Hann hundur, sko. Ég kannski sá fyrir mig eitthvað sérstaklega ól eða eitthvað. Já, nei, jú, hann kom í slaufu, sko. Já, ok. En þú veist, hann er náttúrulega hvolpur og þú heldur ekkert á hvolpi heilengi, þannig að hann var bara alla íbúðuna sem vorum í, sko, vorum hjá ömmunar og afa og hann var bara, þú veist, fór undir sófan, náði eitthvað drasl, byrjaði að tæta í miðri atvinum. Ok, þú kannski ekki sagt honum bara, verðið friðis, við erum að gifta okkur. Nei, hann náttúrulega eins og ég sagði þá var þetta hundur og hérna, hann skilur ekki mannamál. Það er alveg að temja hunda, en hann er alltaf hvolpur. Hann kann að fara í hring, kann að sitja, liggja. Já, nákvæmlega. Kann að vera kjur. Þú getur sýnt honum gifting hringin, verður núna til friðis. En hver var það sem að vildi gifta? Þú veist, giftast, varst það þú eða aðalega konan? Æ, þú veist, þetta var fullunast. Þetta er náttúrulega búið að vera draumur hennar alveg bara síðan hún var lítil, held ég, að hérna giftast, sko. Og hérna, það var samt ég sem bað hennar, sko. Ég fór að skelja hennar. Já, þú gerði það? Já. Bara eins og ég bíómyndunum? Ég held að það væri síðasta ammælistaginn hennar. Þá mætti ég, þetta var eitthvað 2 dögum fyrir ammælið hennar eða eitthvað, mætti ég heim og hún einmitt ætlaði að fara að skamma mig. Hún var að skamma mig fyrir eitthvað og hún sneri baki mig og ég eitthvað fyrir eitthvað, þú veist, næ ringi sem ég keypti og er tilbúin að ná hnjánum eitthvað hérna. Þegar hún snýri sér við að ætlaði að fara að skamma mig meira, þá var ég hana með hringin, sko. Þannig hérna, 2 flugur í einu höggi, hún sagði já. Hvernig var viðbröðin? Já, henni. Hún sagði hvað þetta gera. Ég sagði, þú veist, viltu giftast mér eða eitthvað? Og hún sagði, þetta er vandræðalegt. Og svo sagði ég, já, viltu giftast mér? Og þá sagði hún, já, eitthvað. En hún hætti að skamma mig samt. Svo stóðum við upp og kistumst, skilur. Já. Svo leys. En hvað finnst þér þegar fólk er að biðja, einhverju gæjar að biðja konur sinnar? Þeir gera kannski... Farið þetta svona í ekstrím? Já, þetta er kannski bein útsending, þeir okkur körpallaleik, sjást á svona einhverjum jumbo screen. Já, sko, ef þú ætlar að gera það, þá þarf það að vera svolítið skotelt, sko. Þú ert ekki að fara að gera það með einhverju manneskju sem gæti sagt nei. Finnst það vandræðalegt? Ef að manneskjum segja nei? Já, það myndi bara, ef það væri einhverju beinu útsending í sjónvarpinu, þú veist. Það er hæðilegt. Já, það er alveg glata, sko. En hvað finnst þér að því núna ég sjálfur dottið svolítið inn í Bachelor, þetta það? Já, er það út af konunniðinni? Nei, nefnilega ekki. Það er ég sem... Þú sjálfur ákvörðun að gera þetta? Já, ég er búin að fá nokkra konur til minn í þáttinn. Já. Ég veit að þú voru ekki á það. Nei. En það sem ég svolítið finnst í þáttum er að þú er unni keppandinn og svo sem er The Bachelor eða Bachelorette. Þau gifta sig í lokin. Hann biður hennar. Ef þetta er eins og gömlu þættinni sem voru eitthvað að skjá einum í gamla daga. Ég sá það aldrei. Nei, það kemur einhver geðveitt heit gælla inn í eitthvað hús og svo er bara, þú veist, pakkað einhverjum graðfólum hana, að berjast hana, þú veist. Já. Er þetta svoleiðis? Já, þetta er þannig. Eða... Og það er bara skildugifting í restina? Ég held það. Já, þetta er glatað. Já, en ég ætla að spyrja þig. Hvað finnst þér að giftast manneski sem kannski má þekki í 4 vikur, 6 vikur? Í sjónvarpsþætti. Já, ég veit það ekki. Galir. Þú veist, já, mér finnst þetta að vera algjör heimsko og mér finnst allir svona þættir bara að vera fokkin heimskulegir, sko. Kærasti mín, eiginkona mín. Hún horfir ofta á eitthvað svona, Love Island og eitthvað. Ég er að detta inn það núna. Já, ég hef gert alveg heiðarlega tilraunir til þess að ganga eitthvað í augun á hann og setjast niður og byrja og svo er bara, ég ræði ekki við mig, ég byrja bara að drull yfir þetta og ég verð bara síðan bara að andan og verði bara pirraður og ég það bara standu og heigur, færði bara inn í herbyggi En er ekki partur af gaman að horfa svona þetta í? Einmitt þetta. Að verða pirraður? Nei, ekki kannski vera pirraður. En að drull yfir og svona. Jú, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, ég sé ekki skemmtuna gildið í þessu, sko. Og ég segja hvað þetta er hjá mér. Já. Þegar ég horfa svona þætti, mér finnst það svo heilalust. Já. Og fyrir mig, því ég er svo mikið nörd, ég er alltaf að pæla svo mikið í bíómyndum, því ég horfa alvöru góð þætti og það er alltaf að pæla í þeim. Já.
Þannig að hausin á mér er ofta fullu því ég er að horfa á svoleiðsdót. Já. Þegar ég horfa á Love Island, Já. það er bara svona hálfgeitt frí fyrir mig. Skilur hvað við? Já, þarftu ekki að hugsa mikið. Nei, þetta er bara heilalaust og ég veit alveg þegar ég er að horfa á svo þætti, ég hugsa mér, vá, Hafsteinn, þú ert í rauninni bara, þetta er svo mikil tíma sóun. Já. Þú getur verið að gera milljón hluti, að því tíminn hann skiptir máli, sérstaklega maður er orðin eldri. Já. Þú getur ekki keypt meiri tíma, þannig stundum var ég svona smá samvinskupið. Já. En mér finnst alveg gaman að horfa á þetta með kæristunni, að því hún vil alltaf horfa á eitthvað svona oftast, eitthvað svona alvarlegt. Já. Þannig að fyrir mér er þetta bara svona skemmtun. En ég tengi samt við þetta því að nú man ég ekki heldur hvort ég hef talað í síðasta þetta, en ég keypti sem sagt Minecraft fyrir krakkana mína og PlayStation 12 og svona, og Minecraft var eitthvað, þú veist, það sem þau töluðum að vera geðvægt, sko, og ég seti upp leikin eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta atvikaðist, en allt í einu er ég bara orðin húkt á þessum leik, skilju, og eiginlega bara búin að kasta krökkunum mínum í burtu bara, og þeir megi ekki trufla mig, skilju. Og svo er ég orðin það grófur, sko, á hverju kvöldi áður en ég fer að sofa, þá verði ég að gera þetta. Þá fer ég inn á YouTube og horfa á YouTube að vera Minecrafta. Alveg í hálftíma, góðan hálftíma eitthvað. Það er svona mín leið til þess að svona slökkva heilanum, sko. Já, það er svona hálfgeitt frí fyrir þér. Já. Þetta er svipaði mér. Já. Þannig ekki dæmi með þú ég horfa á Love Island. Nei, en ég vill meina að þú getur fundið kallmannlegri hluti, ekki samt að Minecraft sé eitthvað, hann er samt kallmannlegri, sko. Þú gæti fundið þér eitthvað betra, sko. Ertu að tala með að smíða eitthvað eða? Ég veit það ekki, maður. Bara eitthvað, maður. Já. En ef þetta gerir því glaðan, þá, þú veist. Þetta gerir maður pínu glaða. Já, það er bara gott, sko. Þannig ég fíl það. Já. Ok, ég var samt að spyrja aðeins til því, þú sagðir að þú hittir eitthvað gæja eða eitthvað, þeir eru bara, þetta var aftur þetta kveimunda podcast, þú veist ekki bíða. Já. Mér fannst þú bara standa heldur vel síðast. Já, það. Mér fannst það. Já, ég veit ekki hvað þessi gæja voru eiginlega fokk í rífa kjaftana í vinnunars. Nei, nokkulega, hvað er það? Þeir hlusta ábyggilega líka þennan þáttana. Já, þið verður að gera það. Djús, fáið þetta með ykkar. Ég er líka búin margvægt búin að segja fólk sem kemur ykkar að ég vil ekki bara fá hardcore nörda. Nei. Af því að ég myndi gera það, ég myndi bara fá hardcore nörda sem vita allt bíómyndir. Já. Það verður leiðingja. Já, sko, fyrir mig persónulega þá get ég ekki horta það, sko, því ég veit bara ekki hvað þeir eru að tala um, sko. Nei. Þetta þarf stundum að vera svolítið einfalt. Já, en ég vil ekki hafa þetta fjölbreytt, skilur. Já. Ég vil hafa þetta þannig að þú getur hort kannski á einn og einn þátt, bara þetta er skemmtilegt, það fekk þannig gest. En svo eru aðra nördar sem getur kannski nördast meira í þessum nörda þáttum. Já. Bara hafa þetta alls konar. Já. En mér finnst það skemmtilegast. Já. Og líka bara fyrir mig að tala allt þetta fólk. Já. Þú skal hann fá fjölbreytti líka. Geggjað, sko. Gitt. Ef að byrja á þessu ætlum að tala um. Já, þessum prófi. Já, þetta er ekki próf. Ég samdi, mér datt í hug að það væri gaman að taka með þér. Áskorun. Ég hef samið eitthvað 10 nördaspurningar. Og ég hugsaði mér, það var nú gaman að heyra hvað Haukur segir við þessu. Þannig að byrjum bara á þessu. Já, hvað er mér fyrst spurningar? Númer 1. Hvaða bíómynd lýsir best þínum kvikmyndasmekk? Sko, þetta er svolítið fyndið að skilja nefnir þetta, sko. Því að síðast þetta tókum við top 10, sko. Ég veit það. Og mér langar að sjá, er Haukur frá að taka bara sömu 10? Nei, ég gata ekki. Ok, ég var að vona að kemja eitthvað nýtt. En þá fekk ég eina mynd upp í kollin á mér, sem ég sendi þér síðan seinna skilabóð með. Close Encounters, svona... Third Kind? Já. Hún er fucking trillt. Af hverju finnst þú svona góð? Ég veit það, ég sá hana þegar ég var lítill fyrst, sko. Já. Svo stendur líka hérna og allar í síðasta þætti. Ég sá hana fyrst þegar ég var lítill og þetta var eitthvað svo, þú veist, þetta var eitthvað svo spennandi að því að, þú veist, maður mátti ekki horfa á þannig sé bannaða myndir þegar maður var lítill. Og oftast þá voru geimverumyndir í gamla daga bannaðar. Já. Og svo var þessi mynd einhvern tíðan sýnd á RÚV eða eitthvað. Og og veist, ég var ábyggilega nýbyrjaður að geta lesið textan við bíómyndir. Því að, þú veist, ef maður var lítill og maður byrjaði að læra að lesa, þá gat maður samt ekki horta á með íslensku texta því að maður náði aldrei textunum, skilju. Þannig þetta hlýtur að hafa verið sýnt í sjónvarpinu eftir að ég var svona aðeins byrjaður að ná textanum. Að því ég man hvað ég var ógeðslega spenntur yfir þessari mynd og hún var ekki bönnuð og hún var sýnd á RÚV, skilju, og á þannig tíma ég gat horta á hana.
og maður var alltaf að bíða svo spenntur og eitthvað geimverur dót í gangi og svo koma geimverunar í endan og þá eitthvað svona, þú veist, framleiti ábyggilega heili minn eitthvað svona dópamin eða eitthvað og í hvert einasta skipti sem ég horfa á þessa mynd eftir það bara svona losnar mitt aftur í eitthvað svona, hálfgerð víma bara. Já, ætli það ekki. Og svo það er bara einhvern veginn, þú veist, já, þetta er bara geðveikt mynd, maður. Þetta ekki Steven Spielberg? Steven hana, gaurinn hana. Þú varst með það rétt, Steven Spielberg. Já, hann. En þannig, þú sást það, þú sendið mér, það er ekki langt sem þú sendið mér skilabóða. Nei. Ég var nætuvætt í vinnunni. Já, þá horfður á var það langt síðan að sé hana? Já, ég ábyggilega svona 10-12 ári eða eitthvað, sko. Og þú ert ennþá hrifinn? Já, svo vorum við með öðrum starfsmanni, sko, og við horfum rosa mikið á bíómyndir á nætuvættum. Og við vorum eitthvað að skrolla og fórum hana inn á Votti eða hvað þetta heitir, hann að sjóma Símas eða eitthvað og ég sé þessa mynd og ég er samfærin að þetta sé geðveik mynd og ég bara, við verðum að horfa á þetta. Og þú veist, eftir korter þá var hann löngu dottinn úr að fara inn í Síma og fannst þetta glötu mynd og ég alveg límdur hana alla nóttina að horfa á hana. Hún er alltaf frekar svona hæg, kannski. Myndir ekki segja það? Já, kannski. En þú veist, skemmtilegt að því að hann missi svo mikið vitið. Já, Richard Dreyfuss, það er aðalgæðin. Heitir hann það? Já, leikarn heitir Richard Dreyfuss. Já, hann missir svolítið vitið. Og missir alveg það mikið vitið að börnin þurfa að flýja og konan og allt, sko. Þetta er svona fjölskyldu drama. Já, svo fyrir hann ekki eitthvað að slummast hann við hina gæluna sem misti líka vitið og sonur hann að fóra hann með. Það er enda 20 ár síðan saman. En það er eitt sem buggar með þessum mynd. Já. Og það er í raun ekkert. Þetta er ekki henn að kenna beint. Myndinni? Já, þetta er ekki gallibeint í myndinni. Okay. En ég áráslega erfitt oft með góða geimverur. Okkur? Ég veit það ekki. Kannski að því ég sá Alien. Já. Ég sá hana frekar snemma. Eftir ég var svona frekar ungur. Já. Og þar er þetta svona, eins og skrimsli, skilur. Ég fíla það alltaf. Mér finnst það eða Independence Day. Sá hana því á 14 ára. Já, hún er sturluð. Já, ráðast í jörðina, alltaf bara eða öllu. Já. Svo horfi ég á E.T. eða Close Encounters. Það var bara eitthvað svona, Það varst eiginlega of harður fyrir það. Það er þín orð, ekki mín. Já. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er eitthvað svona, sjá eitthvað svona sæta litlar geimverur, eitthvað. Já, ég skil. Mér finnst það kannski eitthvað spennandi. Já. Ég skemmtilegt að þú skulle segja Alien að því ég sá hana bara í fyrsta skipti daginn, sko. Fyrst Alien? Já, þá var verið að sýna hana í einhverju bíói. Bara, já, í svo COVID, þegar voru einhver svo nýjar myndir eða eitthvað, þá var sýnt þessa, þú veist, það var bara í Eigisöllu eða eitthvað. Já. Og ég skellti mér á hana bara. Hvernig veist þú? Mér fannst þú góð, sko. Og mér fannst líka hvað heitir þetta? Leikmynd. Já, leikmyndin fyrir aftan, eða þú veist, svona bakgrunni, skilu, sem var augljóslega ekki í alvöru, skilu, en hann var eitthvað svo flottur og, þetta var svona, góð bíómynd, sko. Þetta er alveg groundbreaking bíómynd. Já. Það var enginn að gera svona myndir á þessu tíma. Nei. Þannig þegar þetta kemur, þá er þetta svo nýtt. Já, en hvernig fílaður Mel Gibson myndina? Signs, eða Sign? Signs, mér finnst hún geggjuð. Já, mér finnst hún trillt líka, maður. Mér finnst hún geggjuð, sko. Djöfull var hún góð. Já, mér finnst hún ennþann dag í dag, að hún kemur út 2002, já. Þannig 20 ár síðan. Já, hún er ennþá góð. Mér finnst hún ennþá góð, ég horf hún reglulega. Já. En það er líka kannski að því að sú mynd talar rosalega sterkt til mín að því hún snýst örlög. Hún snýst að þetta sé allt fyrir hún ákveði. Aha. Já. Ok, það fór alveg fram. Hvernig farið það út? Fór það fram hér? Já, þú veist, ætlaðu þeir ekki að gera eitthvað ára svo bara voruð þeim á öðnami fyrir vatninu eða eitthvað? Það er kannski einfalda útgáfan, ég veit það ekki. Það er útgáfan á yfirborðinu. Á yfirborðinu, þú sér trailerinn og þú horfður á þessa mynd kannski svona fyrst. Já. Þá er þetta bara svona fjölskyldudrama, ekkert ólíkt kannski Close Encounters, en með geimverárás. Já. En myndin fjallar ekkert þessa geimverárás. Það sem þessi mynd fjallar þetta fjallar mann sem misti trúna. Já. Það er Mel Gibson, hann var prestur. Já. Svo missar hann konu sína í hræðilegu bísleysi, hún deyr, þá missar hann bara trú á öllu. Já. Hann hættar trú á Guð. Já. Því fyrir honum er bara, eða þetta er Guð, hvernig getur hann svona vondur að taka með konuna? Já. En, svo enda myndin því að hann fær trún aftur. Og ástæðan fyrir að hann fær trún aftur, ég segi núna spoiler, þetta er 20 ára góð mynd. Já, það er allir búin að Allir búin að sjá mynd.
en hann fær trúna aftur af því að hann af því að myndin heitir Signs og það sem ég fíla við titla eins og Signs titlun fyrir þessa mynd ég elska það að titlar þýða ekki bara einn hlut að þegar þú klára myndina þá fær titlun aðra merkingu þegar þú hugsa Signs þá hugsa það bara þess að crop circles sem merki í akrinum en það fjallar líka merki bara sem þú getur spottað í þínu lífi til dæmis, dóttir hans hún, ég að segja bara eitthvað svona fréttir núna eða eitthvað Nei, þetta bara rosalega djúp pæling, sko. En eins og í myndinni, stelpan hans, hún alltaf að segja, neða, þetta menga vatn, ég fá nýtt. Hún alltaf nýjum í vasklus. Já. Getur þú mannst þetta því? Jú. Já. Þannig í húsinu þarf vasklus út allt. Já. Og hvað eru geimverurnar að hrætta við? Vatn. Strákurinn hans var minnum með astma. Já. Manstu? Já. Og geimverurnar nota eitur, nota svona tauga eitur, sem sprauta bara framan í fólk á hann að taka það og það er sprauta framan í strákin en að því hann með astma þá lokast fyrir þannig að eitir fyrir ekki niður hann deyr ekki út af því og Mel Gibson vil meina það að þetta er allt merki það að þetta sé allt fyrirfram ákveð eða þá er hérna Guð sé að passa þau að því að konan segir þegar hún deyr í bílslysinu þá liggur hann er rifið upp í myndinni hann er með gæsa hún að hugsa þetta með svo geggja moment hún segir raunin við hann, þegar hún liggur á bílnum, hún er bara við það að deyja. Hún er bara að deyja ekki strax þegar hún fær bíln á sig. Akkurat. Og hún segðu börnunum mínum ég elski þau og segðu syni mínum að hann verið að passa systur sínu og eitthvað. Já, og segðu hinum að bomba hann. Hún segir, tell Meryl to swing. Já. Og hann fattar þetta, Gibson. Já. Þegar hann er bróðurinn, heima honum og baseballkillan hans er á vegnum. Já, ég er bara með gæsar og núna... Ég líka! Sko. Sjáðu, ég fær svona gæsar þessu podcasti. Já, skip hinn myndir sem ég sett á þetta. Signs er komin á listan, frekar. En allt þetta, í rauninni, þetta er ástæð ég fíla sem mynd. Ég trúi svolítið mikið á svona örlög, fyrirfram ákveði, ástæð fyrir ég fóð til hægri en ekki vinstir út af einhverju. Og myndin fjallar það. Og þess vegna heitir hún líka Signs, að því hann er að sjá alls konar merki í sínu lífi, sínu umhverfi þannig að geimverásin það skiptir ekki til máli það er bara svona auka Ertu komið aðra að sína á sem heit? Já, ég þarf allan að horfa á hann aftur, sko Horfðum við á hann aftur núna eftir að við erum búin að ræða þetta þetta er geðvik mynd ég horfði á hann í einhverju strákamali þegar hún kom út á vídeo, sko þá var hún leið fyrir ammælisveisluna og við mistum okkur allir og þú veist, þegar einmitt þau eru í einhverju ammæli þannig að þetta er sýnt í fréttunum, sko, og geimvera sérst labba hana á einhverju svona kameru, sko, Jesus fucking Christ, maður. Já, þetta er geðveikmynd, sko. Já. Og mér finnst þeir bara leikararnir, krakkarnir, mér finnst þetta brilliant mynd og hún fekk smá svona gagnrýni á sig fyrir það að geimverurnar eru í rauninni það eru kannski ekki hrættaði vatn, en þetta er svona svo síra fyrir þær. Og hún fekk gagnrýni á þessu myndin. Bara hvað, já, það eru geimverur að koma ekki reynrás á plánundi sem er 80% vatn, skilur við? Og hvað, var ekki rigning eitthvað stára sem er riðust inn? Eitthvað svona kjafta. Það skiptir mjög einhver máli af því að það sem ég fíla við þessa mynd er það sem ég var að tala við þjóðan. Já, ég hefur þessi mynd sem heitir Lords of Chaos. Nei, hvað myndi það? Lords of Chaos. Veistu hvað þú veist hvað black metal er? Já. Hann var til í Noregi, skilur við, eitthvað svona, byrjaði að þróast þar og það er hljómsveit, veistu hvað hljómsveit Mayhem var? Nei. Það er eitthvað svona norsk black metal hljómsveit eða eitthvað svona, nú er einhverju metalhausar ábyggilega að vera, þú veist, brjálar út í með að því ég er að tjá mig um mál sem ég raun og veru veit ekki svo mikið um. Ég þekki ekki mikið black metal heldur, sko. Nei, þetta er sérstætt, ég held að ég sé að fara með rétt mál, þetta er hljómsveit sem að startaði black metalum, bara fyrsta black metal bandið. Okay. Og þeir gáðu þessu út fyrir að vera einhverju djöfladyrkendur og eitthvað svona kjaftaði og fyrsti söngvari hljómsveitin og skaut sig í hausinn, sko, drap sig. Þannig gítarleikarinn fór og tók myndir af líkinu og öllu, sko, fyrst, sko, og eitthvað svona sick shit, sko. Og svo fær hann einhvern annan aðila inn í hljómsveitin og svo byrjaði að kveiki kirkjum og eitthvað svona, og svo eru framið eitthvað morð eða eitthvað álíka. Og svo endar myndin á því, sko, að gítarleikarinn er drepinn og þetta er alvöru sagan, sko. Já.
þá sem sagt kemur hérna Varg Víkines sem hét sem sagt gaurinn sem kom inn í bandi sem bassaleikari eða eitthvað misti eitthvað vitið bara á drapan eða eitthvað álíka skilur þetta er leikið mynd þessa hljómsveit ok. en samt hef ég heyrt sko að Black Metal sinnan var brjáluð yfir svo að þetta er ekki eitthvað þú veist alveg eða þú veist illa farið með góða sögu eða eitthvað álíka en myndin finnst mér virkilega góð og litli strákurinn í Sæns leikur aðalhlutverki í þessari mynd. Nei, það ekki við tengi. Já, og ég er að segja þér að tjekka á þessari mynd. Hljómar áhugaverð. Já, þetta á að gerast þetta er náttúrulega einhver Hollywood mynd, sko, þetta á að gerast í Noregi, sko. Þetta er svolítið skemmtilegt, sko. Já, Lords of Chaos, tjekka á henni. Ég er að tjekka á henni. Og þetta ekki eftir að sjá eftir því, sko. Nei, en eins og ég búin að segja svo margar sem að koma já, ég þarf að tjekka þessari mynd, já, ég tjekka þessari. Listi minn orðið bara tjekka þar Merlin eða? Nei, hún ennþá listar frá 1998, sjónvarsmyndin. Mér langar svo að tjekka á henni. Ég hef Kíló tala eftir að ég gáði þáttur ég sendur linkin á hana, sko. Já, hann sagði bara eitthvað, það Haukur komur óvart bara, hafa fullt myndir sem ég ekki heyrt svo Merlin og eitthvað. Þetta er rúf að þakka í gamla dag, sko. Ég þarf að tjekka á henni. En ætlar að velja fyrir þessa spurningu, ætlar að velja Sæns? Ætlar að skipta skoðun? Já, Sæns er betri heldur en hinn, sko. En þú veist, það er ábyggilega fullt af öðru myndir sem bara ég er ekki alveg að ná upp í heilan á mér akkurat þessa stundina. Nei, en það sem svo gaf við þessar spurningar, það er bara að kjafta spurningar ég sem. Þú bara túlkar eins og þú er túlkaðir. Það er ekkert rétt að ránt svar í þessu. Nei. Ok, ef að fara næstu. Já. Númer 2. Hvað mynd sem fjallar að miklu leit hefnd finnst þér að vera geggju? Þarna eru miljónmyndir. Herru, já, ég þurfti samt að googla, sko. Ok. Movies about revenge. En þar sá ég á lista eina mynd sem kannski fjallar ekki hefnd. En ef það er eitthvað hefnd í henni? Já, það er hefnd í henni, sko. Ok, hvað með það? Þetta er remake. Þetta er Last House on the Left. Já, ég sá hann ekki. Ekki? Nei. Hún er eiginlega, þú veist, hún er sturluð, sko. Þetta er ekki gæði sem brjótst inn okkur heimili og... Jú, þetta er einhver glæpamaður, einhver morðingi eða eitthvað sem að er verið að flytja fangelsi. Svo kemur eiginkonan hans og einhver bróðir hans eða eitthvað álíka á sonur hans og frelsa hans, hann er í einhverju svona fangabíl og þau negla á bílinn, sko, og frelsa hann. Þannig þau eru svona fugitive on the run, skilju, og svo einhvern veginn, já, þetta er brútal mynd, skilju. Svo taka einhverju 2 stelpur í gíslingu og það er bara atriðið hann í myndinni þar sem taka bara aðal eða eina gæluna sem voru í gíslingu og bara, þú veist, bara fokkin nauðgani. Já, ég er búin að vissi það var svona hardcore nauðganur atriðinni. Og svo einhvern veginn nær þessi stelpa sleppa og flýr eitthvað og þau skjóta hana og fær skot í sig, sko, hún er eitthvað svona atvinnu sundmaður eitthvað, hann er synd í burtu í einhverju á og fer heim til sín, til mömmu sinna og pappa sem átti eitthvað sumarhúsana. Og þau bara taka hana inn og sjá hana yfir skotina, hana yfir nauðgað eitthvað svona sitt og taka hana inn, sko. Svo skellur á eitthvað óviður, sko, og þau eru bíllaus hana vondukallanir, sko, að þau klestu bílinn hana, þau voru með þessar 2 stelpur í gíslingu, drápu hinna stelpuna, sko. Og svo eru þau eitthvað að vafra hann og vafra í þetta hús og spyrja hvort þau megi fá nætugistingu eða eitthvað álíka og eru komin hann inn í húsið og svo fatta foreldrarnir, sko, með stelpuna sína bara, þú veist, upp á lofti eða eitthvað, bara berjast fyrir lífið sinu, að þetta sé fólki sem að skauta hana og nauðga henni. Þannig og við það hefst einhver svona, ég man ekki alveg hvernig það en þetta ég segir þetta svo fokkin brútal og það er bara atriðið það sem að ég man ekki hvort það er pappin eða mamman tekur hamar bara og neglir og þessu hver leikur í þessu. Jesse Pinkman í Breaking Bad. Aaron Paul. Já, hann leikur sem sagt bróðir aðalvondakarsins og ég minnir að þessi hann sem fær bara hamar bara hérna í hausinu og svo stendur bara hamarinn út og það held ég líka tekið hendina svo sett í svona í svona bandarískum húsum í vaskinu. Já, bara, þú veist, hökkuð þar, sko. Þannig að, ok, ég veit hvað mynd þetta er. Þetta er þekkt mynd og þetta er endurgerð af eldri mynd. Mér langar alltaf að sjá hana, en ég er bara einhvern veginn, já, svona hardcore nauðgunadót og svona, kannski ekki eitthvað svona, bara hei, það var skemmtilega mynd. Nei, það gerir mann ekki tamingi saman, sko. Nei, en... Nefna einhverja sjúka gaurar, sko. Já, en ég er samt alveg til að sjá þetta, að þetta hljómar aðeins öðru sem ég held. Ég held að þau hefur brotist inn í eitthvað hús
og þar hefði nauðgunar drátt í stað og eitthvað svona. Nei, það var ekki alveg svoleið, sko. Nei, en þannig að þegar þeir fara í húsið, vondugæðinir, Ja. þeir fatt ekki að þeir séu komnir í húsið þessum stelpanirunni á heima. Allavega ekki strax. Nei, mér minnir að þeir hefði séð það, sko, ég manna ekki, einhver staðar í myndinni fattast þetta allt, sko. Þannig í rauninni, að því að spurningin snýrst um hefnd, Já. þá nær stelpan og hennar fjölskylda að hefna sín á þessum gurum. Já, fóreldrarnir, sko. Þeir minnir að þeir dreipið allt þetta lið, sko. Já, vondaliði. Já, vondugallar, sko. Á mjög grófan hátt. Já, mjög brútal, sko, og svona satisfying. Að því mér finnst það oft í bíómyndum, sko, þegar eitthvað vondikall búin að komast upp með þvílíkt margt og, þú veist, maður byrjar að hata hann. Svo kemur að atriðinu þessi góði kallinn, þú veist, að fara að drepa hann. Og maður hugsa svo mikið í hausnum að, þú veist, ég myndi ekki drepa strax, ég myndi fyrst fokkin, þú veist, ég myndi bara pína hann og fá hann til að segja fyrirgeðu, þú veist, kannastu við þetta? Já, ef þú hatar einhvern í bíómynd. Já, en það gerist aldrei. Það er bara, þú veist, bara skotið á döður, skilur við. Það er sjaldgæft, en ég maður þetta eftir einu atriði. Sástu Sin City? Ég var að byrja að horfa á hann daginn, en ég hef samt síðan alla áður, sko. Já, ok, fíla hann ekki það? Jú, mér var svo geðveik. En það er til dæmis eftir með karakter sem Mickey Rourke leikur sem heitir Marv. Já, hver er það? Það er aðal gæinn í svona, þetta er svo 3 sögur. Er það gaurið með skrýtna hann? Já, skrítið, hann var með make-up, hann gerði svona eins og teiknumdasögu karakterinn. En þar til dæmis, þá vændiskona sem hann var svo ástökin af, sem er drepinn. Og gæinn sem drap hana heiti Kevin. Svo sem leikur Kevin er Elijah Wood, sem var Lord of the Rings. Og þegar Marv nær hún loksins, þá hann drepur hann ógeðslega. Hann sagar hann hendunar og fæturnar og setur mér eins og einhverjar æðaklemmur eitthvað svona blæði ekki út. Svo lætur hann úlf í þetta. Já, næs. Á meðan hann er lifandi. Ég maður þegar ég horfði á myndina, ég var bara eitthvað, ok, Marv kann allavega að ná sér niður á fólki sem að leka hann illa, skilur. Algjörlega. Það er Þetta er ekki algengt í bíómyndum. Nei, en það var samt alveg svolítið í Game of Thrones þáttunum. Þá fekk maður þetta oft, sko, að þú veist að vondikallinn fekk það sem hann átti skilið, skilur. Eins og hann að Lord Bolton, eða hvað hann hét hann að óþólandi gaurinn hann að... Ég er svona að elska hann að því hann var svo ógeð. Mikið ógeð. Já, það var viðbjóður, sko. Og ég man, sko, stundum hann negla hann í andlitið hann eftir bardagan og svo er hann bara settur inn í eitthvað hundabúr og svo er sleppt hundunum hann, sko. Þá fekk ég alveg svona, hlýtt í hjartað. Því að hann átti það skilur. Já, hann átti það. Og líka þegar litli fokkin óþólandi prinsinn var að kanna. Það var líka... Joffrey. Já, þá var maður bara svona, gott. En Game of Thrones var líka alveg brútal á köflum. Já, fokkin brútal, sko. Ok, Last House on the Left. Já. Ok. Ég þarf að tjekka á henni. Já. Þetta hljómar mjög brútal. Þetta er svolítið brútal, sko. Ég er mjög spenntið fyrir næstu spurningu. Ok. Ég elska búið svona spurningar. Ok, nummer 3. Já. Hvaða ógeðslega kvikmyndamorðingja myndið þú alls ekki vilja hafa eftir þér? Já, sko, fyrst ætlaði ég að setja gaurinn í Human Centipede 2, að því hann er svo ógeðslegur. En svo fyrir ég að hugsa... Það myndir ekki bara berja? Jú, þetta er bara hræ, skilju. Maður myndi bara fara illa með það, sko. Já. Það er síðan að segja, að því að þú myndir til þess velja hann, hann myndi koma inn núna. Já. Ég myndi veðja þig. Já, maður myndi ábyggilega leika sér að hann, sko. Þannig að þá er hann ekkert skeri. En hann er náttúrulega rotta, og rottur er alltaf með eitthvað svona triks í erminni, skilju. Heldur hann með nýfallin í vasanum eitthvað svoleiðis? Nei, ég held að hann væri búin að, þú veist, setja svefntöflur í vatnið eða eitthvað og svo myndum við vakna bara, þú veist. Við myndum vakna í Human Centipede. Já, eitthvað svoleiðis, sko. En ég setti hann ekki á listan. Veistu hvað ég setti á listan? Ég setti Jason og alla hina sem labba hægt en virðast alltaf námanni og allir virðast gera heimskuleg mistök á meðan, skilju. Ok, þannig að Jason kemur inn núna. Það myndi bara labba, skilju, eins og hann gerir alltaf og við bara sprettum í burtu. Svo myndi eitthvað gerast, þú myndi detta eða eitthvað. En þú myndi sérst ekki veðja á sjálfa þig að þú myndi landa í slefa? Ekki með það sem ég sé, sko. Nei, hann líka virkar svolítið stór. Hann er svolítið stór, sko. Og með sveðju. Já.
En það er alveg merkilegt hvað fólk gerir heimskuleg mistöku í öllum þessum myndum, sko. En það er partur af svona slasher myndum. Já. Mér finnst það bara fyndið. Já, þetta er það, en þú veist, þetta eru svona geðvika myndir, sko. Mér finnst það svo skemmtilegar. En þetta er alltaf sama fokkin uppskriftin. Ég veit það. Þetta Ég er bara veist hvað formúlumyndir. mynd ég fór á daginn? Hvað með? Wrong Turn. Þessa 9. Já. Er þetta ekki rusl? Þetta er bara versta mynd ábyggilega, eða næst versta mynd sem ég farið á nýlega í bíó. Versta kemur inn á listanum eftir smá, sko. Ok, ekki sé hann núna. Nei, þú veist, þetta var mjög slæm mynd, sko. Ah. Og ég var eiginlega búin að labba út í endana því ég nefndi ekki að klára þetta, sko. En þú kláraði hann samt? Nei, ég kláraði hann ekki. Nei, og þú labbaðir út? Já, ég labbaði út. Já. Var þetta bara hundlega vel? Já, hún var ömuleg. Og sástu gömlu myndina? Já, ég sá fyrstu. Þeir gerðu held ég 5 eða 6 myndir, sko. Já, ég sá þar allar, sko. Það? Ég sá fyrstu 3. Fyrsta var góð, sko. Fyrsta var alveg fín, í En minningunni. var ekki fólki, vonda fólkið, var það ekki eitthvað fucked up? Jú, þetta voru þetta ekki svona eitthvað innbreeders, eitthvað... Jú, eitthvað svona... Hillbillies, Já, eitthvað... og voru þetta svona ógeðsleg. Já. Það var ekki gangið þannig, sko. Ég er að segja það var bara, þú veist, það reis ekki eitt hár á mér. Þetta var svo glatað. Og þessu hvernig vondukarðinni voru. Hvernig var það? Þetta voru einhverja nokkrar fjölskyldar sem flúðu upp í fjöllina því að pólitíkin í Bandaríkinu var að vera svo steikt. Þannig þau fluttu, þú veist, 1930 í fjöllin. Ah. Og það voru ekkert skeri í framan eða neitt. Ah. Þau voru öll í einhverjum svona loðfeldum og með dýra hauskúpur utanum andlitið á sér eða, þú veist. Og 0 spennandi. Já, og þú veist, og ég er að segja, þetta var bara fáránlegt, sko. En voru ekki eins og góð drápsatri? Það er stundum það alveg gaman. Nei, það voru ekki góð drápsatri. Og það er bara ekki neitt skemmtileg þessu mynd. Nei, og svo var hann líka ógeðislega illa leikinn. Þetta var skelfilegt, sko. Ok. Ég get líka samt verið svolítið neikvæður, ég veit það alveg, en þetta var hræðilegt. En ég verð aðeins að ræða um Jason meira. Já. Af því það er morðingi sem vilt ekki hafa eftir. Já. Ég hef bara notað þessa spurningu líka í öðrum þætti. Þá fekk ég 2 vini mína. Og þá spurði ég það þessa spurningu. Já. Og ég sagði Freddy Krueger. Þá svaraði ég þessu líka, ég sagði Freddy Krueger. Því ég vil geta sofið. Já. Hann kemur alltaf þegar þeir eru að dreyma. En einn félag minn, hann kom með heldur gott pick. En því svo Jason, þú ættir kannski smá séns. Já, maður getur drekt honum, sko. Þú getur kannski gert eitthvað smá. Ég sparkaði pungin á hann eða eitthvað. En félag minn valdi heldur góðan. Ok. Og hann valdi T-1000 vélmenni úr Terminator 2. Já, heyrðu, það sagði þetta einn við mig, sko, sem að ég var að sína þessar spurningar og eitthvað stykta spurningar maður eitthvað. Þá sagði hann einmitt þetta vélmenni. Veldu það? Já, það? Já. Man ekki hvað það var. Af því þú getur ekkert gert við hann. Nei, voða lítið allavega. Þetta er svona málmur sem hann getur breytt sér hvert sem getur breytt höndum í hnífa. Já. Þú ert ekki að fara að slást við hann eitthvað. Nei. En mér finnst það gott svar hjá hann. Já, mjög gott svar, sko. Þannig að hans pæling var, ef hann ætti einhvern tjens, þá valdi hann ekki þann gæja. En þú gætir samt, sko, láta hann bráðna. Já, hvað er það að finna? Já, þú þurfti þá að finna... Það er bara upp í keili hérna, elgósið maður. Það er ekkert að frétta það. Nei, ekki að frétta maður. Ok, Jason, þetta er samt alveg gott pick. Já. Ég er mikill Jason maður. Já. En þú veist, ég var að reyna að finna eitthvað sniðugt og mér varst þetta að vera svona heili minn virkaði ekki betur þessa stundina heldur en þetta, sko. Ég get ekki sagt neitt, ég valdi Freddy Krueger. Það er svolítið ágætt líka. Já. Af því ég held ég ætti engan séns í hann. Ok, næsta spurning. Númer 4. Ég er spenntur þessu öllu. Hvaða mynd fekk þið til að halda með aðal vondakallur? Ok, ég náði ekki að hugsa neina mynd. Þú veist. Googlaði ekki einu sinni. Svona movie bad guys eða eitthvað. Sko, það er náttúrulega Al Pacino í Scarface. En hann er eiginlega samt ekkert vondikallinn. Eða það? Hann er vondur. Já, hann er vondur, en hann er ekki vondikallinn í myndinni, skilur. Nei. En þú hélst með hann? Það held allir með honum. Já. Sama þótt einhver, þú veist, reyna að segja eitthvað annað, þá trúi ég bara ekkert. Ég vildi að hann myndi lifa af. Þú veist, ég hefði valið Back to the Future ef hún hefði verið með einhvern svona vondum kalli. Ég hef samt aldrei klárað þær eða ég man ekki eftir, ég man bara eftir þessi gaur, aðalgaur, þetta er asnalegast í náungi og ég er að segja það er allir rosalega hæpaðir fyrir þessu myndu. Ég elska. Í þessu
hvað var það? Kosningum hjá þér? Já, ég með svona getur hún á Instagram. Vann Back to the Future eða? Nei. Hún lenti í eitthvað 3. sætið eða eitthvað. Já. Þetta skelfilegt. Þetta ömulegt. Af hvað finnst það svona líf? Bara þegar hann að teika hana á hjólabrettinu, þú veist, á að vera eitthvað, þú veist, hvað heitir hann? Marty McFly. Já, ég að segja En leikari heitir Michael J. Fox. Já, ég veit ekki, bara, þú veist, hann er bara ógeðislega asnalegur. Hann er eiginlega, þú veist, það hefur þessi Small Soldiers. Já, með dótinu sem lifið. Já. Ég horfði á hann daginn og það er ég að segja það, þessi tíska, þú veist, á þessi tíma að vera með greitt hérna á svona smá sítt hárskífu eitthvað, þú veist, þetta er viðbjóður, sko. En ég var samt að hugsa, sko, að Back to the Future hefur þessi Rick and Morty. Já. Það er eiginlega bara brútal teiknimynda útgáfan af því. Já, algjörlega. Er það staðfest eða, þú veist? Ég meina, gæðin sem gerðu Rick and Morty fíla Back to the Future. Já, pottið, sko. En það er vondukall í Back to the Future. Aha. Hélstu með... Já, það er. Er það legit vondur eða er bara einhver svona bulli? Og svo líta hrekkjur sínur alltaf alveg eins út á þessu tíma. Þau eru yfirleitt rauðar, svona smá skvöpuð og er alltaf svona sama hárgræs og svona smá grísalegi framan. Eins og stóri bróðurinn í Home Alone. Já, ég var að hugsa hann. Já, þetta er svona typikal, þú veist, greiði fólki sem fættist svona, skilu. Og er bara almennilega, og fættist svona á þessu tíma. Já, sem var það bara... Bara dauðadæmt í að vera bulli. Í bíómyndum. Í bíómyndum? Nei, bara í alvörunni. Það er bara búið að taka þetta útlit og búa til bara... Er þetta bulli útlit? Já, það er allir bullis eru svona í þessum bíómyndum frá þessum tíma. En þú spurðir hvort það var alveg legit vondukall eða ekki. Já. Er það að tala verður hann að drepa eitthvað? Já, eða þú veist... Hann var alveg vondur. Aha. Já. Það held ég múið honum. En hann tapaði. Já. En okkur hatar Back to the Future? Að því mér finnst það bara hræðilegt. Þegar hann er að teika hann á bílinn á hjólabrettinu. Það var í 5 sekúndur. Já, það er samt það asnalegasta sem ég sé og ég skil, þú veist. Ég er með einhverja aðra sín heldur aðrir á það hvað er nett og hvað er cool, þú veist, og hvað er skemmtilegt. Þetta er ekki mín sín á það, þetta er asnalegt. En klárar ekki? Nei, slökti pirraðir. Mér finnst það ekkert masterpiece. En sást ekki einu svona fyrstu alveg? Eða ertu ekki búin að sjá? Nei, ég ekki klára að neina þeim, sko. Nei. En svaraður þessu það? Var það Al Pacino? Og Tony Montana? Nei, svarið var sko Back to the Future ef að Back to the Future væri með einhverju vondukalli. En hérna, svo sett ég líka Breaking Bad, þú veist, hann var náttúrulega orðin svolítið vondur og maður hélt svolítið með honum. Já, en er hann samt vondur fyrir ekki hann Pacino í Scarface? Af því það er til verri gaurar. Af því eins og í Scarface, jú, hann er vondur, hann er morðingi og allt það, en það er svona verri. Hann vildi ekki drepa bannið. Nákvæmlega. Og Walter White í Breaking Bad... Hann reyndi að drepa bannið. Aha. Já, hann eitraði hana fyrir því. Þegar Jesse kom síðan með byssuna til hans. Ég sé þess að það alveg 7 sinnum út í gegn, sko. Já. Og ég var búin að gleyma. Ég þarf að horfa aftur á það. Hann var siðlaug, sko. En maður hélt með honum, sko. En hvað segir við? Nú fekk ég tóka til mín, tó félaga minna. Og þeir sögðu að Stranger Things væri betur en Breaking Bad. Já, þá ættu þeir bara kannski skella sér í greindapróf. Að því að Stranger Things eru ömulegi þættir. Það var rosalega mikið hæp fyrir þessu þáttum og ég svona, já, ok, bara geðveitt, þú veist, einhverju 80s þættir með einhverju svona space out shit, skilju, sem svona, þú veist, maður fekk svona smá nostalgíu feeling, skilju, og ég horfði að heila seríu. Ég líka. Og ég var bara að drepast úr leiðindum, en ég var alltaf að segja, og það skipti líka máli hvað þú lest á internetinu. Ef fólk er að segja að þetta sé geðveitt shit og allir eru sammála, en innstinni finnst þér ekki þetta vera geðveitt shit, þá ertu svona ósjálfrátt að segja, jú, þetta er bara geðveitt maður, þetta er bara geðveitt og hérna, ég kláraði heila seríu, svo byrjaði annar og þá fattaði ég bara, hvað er ég að gera? Þetta er ömurlegt. Mér finnst það ekkert spennt. Nei, og ég að segja, Breaking Bad eru bestu þættir sem gerðir hafa verið. Fyrir þetta Sopranos. Já, sko, þeir eru allan í top 5, sko. Ég set Breaking Bad á top 5 hjá mér.
Já, bara besta þetta allir tíma. já. Ég var líka bara þegar þessi gæjar voru að segja þetta, félag mínir, þetta er góða vinir mínir, ég elska þess að göra, en ég sagði bara, þið viti ekkert hvað að tala. Nei. Þeir gátt ekki, þeir sögðust ekki hafa klárað þetta einu sinni. En svo Breaking Bad? Já. En ég er samt að segja að allir Netflix-þættir, ef það er ekki dokumentari, ef þetta er eitthvað leikið sitt, þá er það bara ekkert, já, þú veist, ég horfði á Ozark daginn. Þeir eru góðir. Já, þeir eru alveg góðir, en þeir eru ekkert á sama kalibri. Og Breaking Bad. Nei, en það er ekkert margar seríu framleitar sem er á þeim kaliber. Nei, ég vissi ekki, sko. Það er ósrækjant að setja bara alla þætti kannski við hliðin á þeim. En þá er svo erfitt, þegar þú ert búin að horfa á eins og Breaking Bad, Sopranos og Game of Thrones, að fara að sætta sig við eitthvað verið en það. Það er bara ekki hægt að mínu mati. Og þetta er svo mikið skuldbinding að byrja á einhverju, þú veist, 10 þáttar seríu sem að kannski einn þáttur er klukkutími. Þá er þetta 10 klukkutímar af lífinu sem þú kannski eyða í eitthvað sem er ekkert sérstakt. En hvað gefur þáttum mikinn sér? Þú tekur eitt þátt, eins og þú sagðist að horfa á heila seríu Stranger Things. Já. En svo í dag, ef þú byrjar á nýri seríu. Já, ég byrjaði á Ozark, ég tók 2 seríur af því og ég ætlaði að horfa á 3, en ég einhvern veginn svona, datt út úr þessu. Alltaf ekki að horfa meira. Jú, ég ætla að klára þetta, sko. Þeir eru alveg góður. Minecraft-vídeóin tóku svolítið veldin, sko. Eitthvað heilalust. Eitthvað heilalust að byggja. En hvað, eins og ég segi, ef þú ert að horfa á nýja seríu, eins og Ozark, ef að fyrsti þátturinn grípuð ekki, ertu þá bara átt, eða? Það gefur þeim alveg nokkra þætti. Ég gef bara svo sjaldan einhverju sjens, sko. Ég er svo rosalega dómarður. Af hverju er þetta svona dómarður? Ég veit ekki, það er bara út af þessu sem ég er að segja, þú veist, Breaking Bad er bara búin að eyðileggja sjónvarp fyrir manni. Já, það er bara hægt að vera sjónvarp. Það er ekki, það voru bara á Minecraft. Bara á Minecraft. Ok, svarið var Vondikallinn Biff, hann heitir Biff. Já, Biff. Ég elska og vissi ekki svona hvað hann, þú varst alveg bara, er Vondikallinn? Herðu, sástu Reyni Bergmann kom til Ásgeir Kolbeins í þáttunum Sjáðu, ég veit hvort þú sástu það leiðinu. Já, ég sá einhverja klippur, sko. Og það var gert svo mikið grín að Reyna því hann vissi ekkert mikið. Vissi ekki neitt. Og ég hugsaði samt með mér, það var samt alveg gaman að tala það. Já, hann er alveg kunningi minn, sko. Þetta er skemmtilegur strákur, sko. Skemmtilegt að spjalla við hann. En sástu rauninni þáttin, eða brotu þáttunum, eða þættinum? Ég bara sá þetta brotana. Ég man ekki einu sinni hverju hann var að reyna að svara. Það var eitthvað svona uppáhaldsmyndin eða eitthvað. Það var ekki það. Já, hann svaraði vitlaust í uppáhaldsmyndin. Já, þetta var eitthvað svona, hann vissi ekkert svakalega mikið. Þannig að ég hugsaði með mér, ok, ef maður meðað kannski við hann, og nú er ég alls ekkert drullur hann. Þá er ég ábyggilega séni í þessu. Þú kemst aldrei neðan hann, held ég. Nei. Í kvikmynda kunnáttu. Þó þú er ekki vita... Ég myndi líta niður á hann. Þó þú er ekki vita hverja Vondikallinn í Back to the Future. Ok, næsta spurning. Númer 5. Hvaða ofurhetju elska flestir en þér finnst vera alveg glötuð? Allt Marvel draslið. Ég hata Marvel. Marvel er eins og mumble-rap kvikmyndasennunar. Af hverju? Að því þetta er bara tröll ríða senunni en eins og drasl. Það er ekkert alltaf drasl. Nei, ok, ég get verið sammála að Guardian of the Galaxy 1 og 2 voru skemmtilegar. Ok. En restin er drasl. Ertu búin að sjá margar? Já, ég er alveg búin að sjá margar, sko. Þú veist Iron Man drasl og þú veist Avengers myndina drasl. Já, eiginlega. En hvað finnst þú það drasl? Þetta er alveg skemmtilegt, það ekki? Ég elski þetta. Sko, ég er mikill Turtles maður. Ok. En Michael Bay fokkaði því samt svolítið upp, sko. Já. En ég veit ekki, ég bara, þú veist, þetta er alltaf sama draslið, skilju. Og ég, þú veist, býtum við, ég fór á einhverju mynd, hana Captain Marvel eða eitthvað. Og hvað var ofurmátturinn hennar? Og svo, gallar, þú veist, bara svona... Hún reyndar mjög öflug. Hún getur eiginlega bara allt, hún er rosa sterk. Já, eitthvað svona... Getur flogið. Já. Með eitthvað svona orkugeisla eitthvað. Já, orkugeisli. Það er alltaf aðal shitið, sko. Svo hérna fór ég á, heitir hún ekki Rise of the Phoenix, X-Men eitthvað. Það er enda ræðileg mynd. Hún var betri en hinn. Það fannst hún betri en Captain Marvel. Já, voru satt báðar drasl en ég eða þú veist, meira gaman. Það er eitthvað gælla líka sem gæti eitthvað svona, gæti allt bara orkugeisli. Já, Jean Grey. Hún heitir Jean Grey sérst í Dark Phoenix. Já. Eða í X-Men myndinni.
Já, X-Men myndinni. Já. Hún var svona orkugeisli líka. Og mjög öflug. Þetta er alltaf sama drastlið. En, en hvað finnst þið þá að ég spurði hvað overhitju? Já. Finnst þér einhver overhitja? Finnst þér að Iron Man vera glataðar? Er eitthvað sem er glataðar en önnur? Er ekki hérna... En svo Hulk, fílar hann ekki? Sko, hann er svalur. Já, stór og sterkur og klikkaður. Já, með eitthvað engur issues, skilur það tengir svolítið við hann. En glataðist í gaurinn ábyggilega af þeim öllum er hérna, þá er ég bara að dæma frá andlitinu, sko. Captain America. Finnst þér hann glataðar út á andlitur hans? Já. Af hverju? Myndalegu gaur? Já, þetta er svona gaur, þú veist, sem að ég veit ekki, bara þú veist svona smetti sem hann er langa bara svolítið að dangli, sko. Nei, ég er að djóka. En þú veist, jú, samt með smetti sem fyrir bara í taugunar á mér. Já, bara hann fyrir taugunar. Og hann er svona ekstra góður og svona, þú veist, svona smeðjulegur, sko. Þannig hérna... En er ykkur overhitjur sem þeir finnst vera töff? Turtles. Það er ekki overhitjur. Hvað er það þá? Skjaldbökur. Það bjarga málunum. Og það eru með, þú veist, það eru nautsterkar. Ég elska það. Þú hata Marvel en þú elskar Turtles. Já, líka þegar ég er lítill, skilju, frá einst í fjara, þá var bara Turtles að tröllríða senunni. Það var bara Turtles á mótnana helgar, barnatímanum. Já. Og þú veist, og þetta voru bara fyrirmyndir af mínar. En hver er uppáðast Turtles-skjaldi? Leonardo. Já, minn líka. Sko. En svo í seinni tíð, sko, þá er ég svolítið að hallast að Rafael, sko. Þannig hann er svona töffari. Já, hann er harður, sko. Hann er svolítið harður. Þannig að við þessar spurningu, svöl overhitja, eða svalar overhitju, þá segir Turtles. Já, þá segir Turtles, sko. Svo er eiginlega bara allt Marvel drastlið hana. Svo sá ég líka eina ömulega, hvað hétur hún aftur maður? The New Mutants, eða eitthvað. Það er ekki Marvel, samt. Nei, ég hef ekki séð en hún ávist að vera hræðir. Já, hún er ekki góð, sko. Nei, hún glötu. Já, hún er svolítið glötu. Mér finnst að Deadpool svolítið skemmtilegur. Já, ok. Og Wolverine, hann er svalur, sko. Sástu Logan? Já, mér fannst hún mjög góð, sko. Ok. Mér fannst hún eiginlega bara þegar ég hugsa loka atriðana, þá fannst mér hún eiginlega trillt, sko. Já. Það er líka, þú veist, það er svona mjútin, skilur, hann getur ekkert flogið og skotið einhverjum geislum og eitthvað og flogið hann er bara maður sem að bara getur gert svona sárun að skróa, skilur. En eins og Superman, hvernig finnst þér hann? Ömurlegur. Hann getur allt. Já, finnst þér það glata? Já. En Batman? Batman er skárri, sko. Skárri? Já. Ekki flottur, bara hann er aðeins skárri. Ég er bara svo mikill Turtles maður, sko. En Batman myndirnar eru góðar. Ok, þú ætlar að gefa hann það? Já. En þá verði ég að spyrja út í eitt, að ég gerir svona á Instagram, mér er svo gana að gera eitthvað svona keppnir. Já. Eða svona eitthvað kannanir. Já. Ég tek alltaf þátt í þið. Já, ég sé það. En síðasta var náttúrulega eiginlega bara ekki, þú veist, ég gætt svaraði einhverju 2 myndir, ég var búin að sjá einhverju 2 myndir og ég valdi þær alltaf, skilju. Já, þegar ég er með svona chick-flick. Já. Það er ekki alltaf leið, þetta er ekkert fyrir alla keppnir er ekkert fyrir alla. Nei. Þú kannski tekur yfir þátt í þegar ég gerir horror eða Marvel keppni. Já, bara kýrsi ekki neitt. Ok, en þá ætti ég að spyrja þig, að því þú ert dómharður, þú segir það sjálfur. Ég spurði, hvort er nördalega að vera Star Wars aðdáandi eða Marvel aðdáandi? Hvort finnst þér? Það er nördalega að vera Star Wars. Af hverju? Nei, ég veit það samt ekki alveg. Af því að Marvel, þú veist, það er alveg búið að vera til ógeðslega lengi. Það er bara nýbyrjað að sýna þetta á, þú veist... Gera þessar myndir. Já, gera þessar myndir, sko. Þú veist, það voru náttúrulega bara einhver teiknimyndablöð, einhverja teiknimyndaþættir og svona, og það eru til, sko, brókaðir Marvel lúðar á núti, sko. Alveg eins og með Star Wars, sko. Algjörlega. Þannig er þetta ekki bara 50-50? Ég fíla samt Star Wars, sko. Ég er algjörst nörd, ég fíla Star Wars og Marvel, en mér finnst það nördalega Star Wars aðdáandi. Já, er það ekki? Já, því Marvel í dag, þetta er svo breiður hópur. Þetta er svo mainstream. Já, þetta er svo mainstream. Já. Star Wars, jú, líka vinsælt, en ég vil meina það að þú tækir 10 manns, 10 Marvel nörda og 10 Star Wars nörda, og þeir var ekkert inn einhvern búningum með neitt. En svona allra hörðustu nördana? Já, alveg grjót hörðustu nördana. Þá vil ég meina það að þú getur bent á annan hópinn og sagt þessi hópur er nördalegri og það er Star Wars. Já. Er það ekki? Jú, svona
kannski ekki félagslega sterkir Nei, og hérna, já, lifa svona rosa mikið í svona heimi kannski þessum bara. heimi, já. Já. En, svo spyr ég líka, hvort finnst þér nördalara að vera Marvel-aðdáandi eða Harry Potter-aðdáandi? Sko, Harry Potter aðdáendur, þeir eru eiginlega bara, þú veist, það má berja þá, sko. Þeir eru alveg glataðir, sko. Það er eiginlega versta að vera Harry Potter-nörd. Af hverju það var? Það er bara eitthvað svo tepruðlegt. Já. Þetta er sammála? Já, ég reyndar ekki sammála, það var kannski ekki berja þá. Nei, ég segja svona. Það er nú grín kannski. Já. Öllu gríni fylgir einhver, nei, tjók. Hérna, Þau eru sérabóti. Mér finnst það. já, þetta er svona, þú veist, bara, þetta er ábyggilega eitthvað svona lið sem að bara ég persónulega myndi aldrei tengjast, sko. Af því að það er alltaf eitthvað svona brútal og hart við allt. Það er eitthvað svona brútal og hart við Star Wars, skilju. Já. Það er eitthvað, það er alveg eitthvað brútal og hart við Marvel. Eitthvað. Já. Lord of the Rings, það er mikið brútal og hart við það. Já. Svo kemur Harry Potter og það er ekkert. En aðalvondukallinn, Voldemort. Það er bara, þú veist, Ekki bara, Það er ekkert brútalega. nei, hann gæti ekki drepið lítið barn. Nú fór ég kannski heit frá einhvern Harry Potter-aðdáendum. Já, Mér finnst blessaður það- sem er. Mér Þeir finnst geti ekki gert neitt, skilju. Mér finnst fátt toppa nördana, þess að það er Harry Potter-nörd. Já. Það er nördana. Já, þeir eru það mikli nördar að ég hef bara aldrei komist í kynni við það á einu sinni. Þú Þetta er bara eitthvað svona myth fyrir mér, skilju. Ég er bara búin að búa mér ímynd til í hausnum. Þú er ekki séð á almannafæri. Nei, og ég sé bara fyrir mér einhvern gaur bara, þú veist, í skólabúning, skilju. Já, og einn gæi sem hefur komið inn á þátt, ég ætla ekki að nafngreina, kannski vill hann ekki að nafngreina sig, Já, hann sendi mér skilabóð. ok. Hann er líka alveg, hann er alveg til í eitthvað nördadót, Já. en meiri þess að hann sagði að Harry Potter er að nördalega sem hann veit um. af því að þau í rauninni tengjast alltaf við eitthvað svona, eitthvað deild í einhverjum skóla. Já, Þetta er rétt hjá honum. Og ég er að segja að börni mín hafa beðið um að fá að horfa á þetta og ég segi nei. Þú ert ekki að fara, ég tók dóttir mína og við horfðum á allar Lord of the Rings myndina, sko. En það er ekki, Harry Potter, það verður ekki kveikt á því heima við mér, sko. Þú dreifur línu þar. Já, það er dreifið í línuna. Ertu hræddur um að börnum því, áttu ekki tvær stelpur? Nei. Já, einn strák og einn stelpu. Ok, þú ert einn strák og einn stelp. Ertu hræddur um að þú sýnir þeim Harry Potter? Að þau fíli það. Og breytist í hennan, þetta drasl sem ég er búin að búa til í hausnum á mér. Og breska skólabúninu með einhver svona töfra sprota. En svo hef ég líka alltaf sagt, ef þú ert að fíla Star Wars, eins og þú sagði, það er alltaf eitthvað þar. Já. Það er geislasverð og það er fullar af fólk. Marvel, fullar af fólk. En í Harry Potter, Já, bara börn. þetta er bara börn. Þú veist. Með einhvern töfra sprota. Glata, sko. Ron. Þú veist, eitthvað. Og Hermione. Hermione and Ron. And Harry Potter. Þú veist, það er ekkert hart við þetta, sko. Nei, ég veit það. Ég er sammálaður, mér finnst það hallarslegt. Svo var ógeðslega fyndið, ég fekk kíló að þetta daginn. Við vorum að taka upp þátt þar sem við tala um svona grjótharða karaktera. Og við tölum einmitt um það áður en við tókum upp. Að við googlum líka. Við ætlum að 10 kalla, 10 konur. Já. Og ég googlaði. Bara eitthvað svona tough women in movies, eitthvað svona. Og kom Hermione. Já. Nei. Hermione kom. Hvað á hún að gera? Slá hann að sprota hann og hún er varnalus. Þá ætlar að segja mig það að ég frekar að vilja hana frekar en til dæmis Uma Thurman í Kill Bill. Skilurðu? Hún er hörð. Já, hún er svolítið hörð. Hún er með sverð og hún myndi bara, já. skilurðu, þetta er ekki keppni. En mér varst bara svo fyndið, við varum að hlæja að þessu, við strákandir, fyrir þáttinn. Við varum bara býtu, Hermione var eitthvað listum yfir hörðustu konur ever í kvikmyndum. Það er pínu skrítið. Já, svolítið skrítið. Það er pínu skrítið. Ok, fyrir mér næstu spurningu. Ég er búin að hlæða svo mikið. En þetta er ástæðan ég vildi fá það aftur. Það er ekki að veita mikið um bíómynd, það er bara með skoðanir. Það er bara dæma þetta í drasl. Númer 6.
Ok, ég er spenntur að heyra þetta. Þú er búin að vera drullu þessu mikið, nú ert að rósa. Já. Hvaða kvikmyndapersóna finnst þér vera grjóthörð? Fyrir utan Hermione. Já, þetta fannst mér rosalega erfið spurning, af því að ég er svo harður. Nei, djók. Þú veist, mér fannst þetta bara eitthvað, ég skrifaði bara dúttin í Equalizer. Já, Denzel Washington. Já, Denzel Washington. Hann er grjótharður. Ok, þér finnst það grjóthörð? Hann er mjög harður, sko. Ok. Það er eitthvað við þessa mynd sem að Mér finnst hún geggjuð. Ég er líka með annan í fucking Taken, Liam Neeson. Hann er líka harður. Já, þeir tveir. Já, þeir eru svolítið harðir, sko. Ok, þannig að þér finnst alveg, þessi ástæði ég gerði þessu spurningu. Að ég hugsaði mér, ok, Haukur, er hann að fara að koma með eitthvað sem við erum sammálum? Já. Eða ætla að segja bara, ég mist allir glataðir. Já. Ég hef ekkert hissa að við sagt það. Nei, ég var, þú veist, fyrst skrifaði allar myndinar sín og Arnór Svarsynningur í eitthvað, mér fannst það bara að vera glata svar, sko. Það er pínu boring svar. Það er mjög boring svar, sko. Ef við erum líka bara eitthvað svona, hvað allan ferilinn hans bara? Já. En þú veist, þeir tveir, sko, þeir eru svolítið harðir. Hvað gera þá harða? Sko, símtali sem hann tekur í Taken hana, hvað segir hann þetta? Ég er ekki að fara að þylja það. I know who you are. Eitthvað svona kjaftaði. I'm gonna find you or kill you. Yeah, I will find you. I will kill you. Það er alveg, þú veist, það er bílað hart, sko. Líka því að hann stendur við það. Já, og svo tekur hann alltaf sama múið. Já, en það er samt svaran þetta sem þú gerir. Nei, það er nákvæmlega svona, sko. Nákvæmlega. En já, hann er grjótharður. Já. Hann tala við gæjan. Já, og svo fer hann bara til Frakklands. Og hann bara græjar. Já, bara græjar þetta, skilur við? Þetta er ekki flókið. Bara gæla mín, nei, Gæla mín, dóttir hans. Dóttir mér bara rænda einhverju franskri mafíu. Minnsta málið maður. Þetta var svolítið ekki fransk mafíu, það var eitthvað austur-evrópst eða eitthvað. Já, Albaníu eða eitthvað. Já. Hann fór hann það. Hann fokkaði bara. Þetta var samt svolítið einfalt, sko. Það fannst þetta of einfalt. Hvernig fór hann eftir að þessu? Hann var svo sniðuð maður. Já, hann var samt alveg sniðuð að maður eiga það, sko. Já, hann fann eitthvað gæja, hann var eitthvað að fylgjast með hann og ekki á flugvöllunum, bara þegar hann lendi. Jú, já. Hann byrjaði bara að buffa. Það var eitthvað, já, hann elti hann og ságaur verður fyrir bíl eða eitthvað. Já. Og svo fer hann fyrir utan eitthvað hóruhús eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var. Já, það var eitthvað svo leiðis. Já, og setur hérna og byrjar að hlera eitthvað, þú veist. Nú á einhverju eftir að vera að missa viti, sko. En þetta er samt ándjóks að því að ég fíla eða ekkert svona hasarmyndir, skilju, með einhverjum svona bílaeltinginlegjum og eitthvað. Ekki? Nei, eiginlega ekki, sko. Finnst þetta aðstæðanlega? Bara alveg eins og með, þetta er alltaf sama draslið. En það er eitthvað við Taken og Equalizer sem bara gjössanlega greið mig, sko. Já, ég er að áttum á því hvað það er. Já, ég held bara, þetta er náttúrulega bara bæði geðveika myndir, skilju. Og geðveiki leikarar. Já, og geðveiki leikarar. Já. Og já, samt er nú 2 og 3 þannig að Taken, það er alveg drast. Ég nefndi ekki að sjá það. Nei, ég fór báðar í bíó, sko. Ég nefndi ekki, mér fannst bara Taken, þetta er bara ein mynd. Já, algjörlega, en þú veist það er náttúrulega blóðmjólk allt. Sástu Equalizer 2? Ekki góð. Nei, hún var samt skárri en Taken 2, sko. Ég trúi því reyndar. Mér fannst það svolítið hart þegar hann komst að þetta var vinir hans í Equalizer 2 og hann stendur hana bara með á alla í kringu sig og hann er að segja þeim öllu bara ok, nú þarf ég að dreipa ykkur alla, skilju. Og svo er konan hann eitthvað að kalla á hann, eitthvað. Það var ekki eitthvað svo leiðis. Jú. Já, og þeir allir ennþá vinir, sko, því hún mátti ekki fatta þetta. En hann er bara að segja við þá að bara, hann sé að fara að dreipa á alla. En það er líka einn harðasti gaur sem ég sé í bíómynd. Það er Carlton Denzel Washington í Equalizer. Já, hann er samt svo góður. Já, en hann er samt eins og í fyrstu myndinni, hann eiginlega þurrkað út bara rússnesku mafíuna, næstu því að hann lyfti upp, sko, byssu. Já, svo er hann alltaf með svona fullkomnu, alltaf í svona fullkomnu ástandi, þú veist, með svona hljóði í röddinni sinni. Ég veit ekki hvernig maður segir þetta, allt svona fullkomin yfirvegun í gangi, þannig að tala, sko, tala alltaf, þú veist, og það er aldrei, þú veist, hann er aldrei að fara að missa hann eitt, þótt að hann sé að fara að drepa fólk. Það er hann alltaf bara rólegur. Já. Það er alveg grjóð og já, hann er líka bara svo geðveikur fokkin leikari, sko. Denzel Washington er geggjaður leikari. Hann er bara búin að mastera líka þetta. Í fyrsta lagi finnst mér hann bara cool. Mér finnst bara Denzel Washington mjög töff leikari. Já. Og í öðru lagi þá er hann mjög góð, hann er færi leikari. Ég kaupi
allt sem hann gerir. Þetta er svo, ég veit ekki hvort það sást á drammynd, heitir Flight. Já, ég sé hana. Alkoholisti. Ég bara trúði því að hann væri alkoholisti. Já. Svo þegar ég horf á Equalizer, þá trúi ég því að hann sé svona gaur sem getur drepið alla, ógeðslega cool. Ég bara kaupa allt. Training Day. Ég trúði því að hann væri spilllogga. Já, þetta allan að svar mitt. Hvað var aftur spurningin? Grjótarður, eða eitthvað? Jú, grjótarður. Ok, þú valdi Denzel Washington í Equalizer og Liam Neeson í Taken. Númer 7. Hvað bíómynd finnst flestum vera æðisleg en þér finnst vera hræðileg? Ok, nú erum við komin, sko, ég fór í bíó helgina. Ok. þar sem allur salurinn virtist vera að missa sig. Bara það grenjuðu allir og ég er ekki að grínast. Það sat einhver stelpuhópur fyrir fram að mig og það var bara eins og þær hafi bara búið í helli allt sitt líf og þetta var bara í fyrsta skiptið á ævinni sem þær voru að sjá bíómynd. Af því að það er bara, þú veist, manneskjan opna og svo, hvað er það að fara að segja núna? Hvað er það að fara að segja núna? Oh my god, hún sagði þetta, Stína, þú veist, og það bara töluðu svona alla myndina. Okay. Og myndin heitir, og mér þykir fyrir ef ég sé að særa þessa leikara eða leikstjóra eða eitthvað svona, æfingi skapa meistarann, hún gerir það, en þetta er líka bara að mínum mati, og hún heitir hérna eitthvað A-klassa drusla. Já, þessi nýja íslenska grimmynd. Já. Ég hef ekki séð hana. Nei, hefur séð eitthvað úr henni? 5 sekúndur. Já, gefur eitthvað, hún pissar sko á einhvern gaur sko, og hún er að reyna, og hún er eitthvað ástfangin á einhverju gaur eða eitthvað skotin í honum og sess hún yfir hann blindfull og ætlar að kissa hann eitthvað og pissar á sig. Ok. Og þá eitthvað fríkar hann út sko og fer að tekur vinkonum sín og hleypur út og það kemur svona atriði sem átti að vera geðfyndið og öllum fannst geðfyndið í salnum, nema mér, ég bara ældi næstu því. Það er eitthvað hana, ég pissaði á gaurinn og svo gerur hann eitthvað svona hreyfingar eins og hann sé alveg að frík út og bara allur salunum er bara mistur, bara grenja á hlátri og ég, þú veist, djöð er ég ábyggilega leiðilegur náungi að ég bara, þú veist, ég sá ekki hvað, ég sá bara, þetta var svo ógeðslega illa leikið bara og þú veist, en þú veist, þetta er eiginlega alltaf þegar ég fer á íslenska myndir. Það? Fyrir ekki? Já. Síminn að hringja. Ég var búin að segja allum að ég var í, hann er meiri svo silent í þokkabót, sko. Þetta er eitthvað byrjun að... Ok, þannig að þú varst bara verið miklu vonbrigði með þessum mynd. Já, þetta er önnu minn sem ég labbaði bara út, bara í restina, sko. Ég bara meikaði þetta ekki, sko. Á wrong turn og þessi? Já. Hvað heitir hún? Ég er klassa drusla. Hvernig á að vera klassa drusla? Já, hvernig á að vera klassa drusla? Já. Ég þekki að tjekka á henni. Já, ef þú tjekkar á henni, segðu mig þá hvað þið finnst. Okay. Ég bara stundum efast ég hausinn á mig, sko. Þú veist, eins og í þessum aðstæðum, það bara allur salurinn var bara að grenja á hlátri og ég, þú veist, var ábyggilega svo eini sem var þarna bara, þú veist, bara ég þarf að fara í check. En stór ástæða fyrir því ég vildi líka fá það aftur. Mér er svo gaman þegar ég er ekki neikvæstu gaurinn í... Já, ok, takk fyrir það. Því ég get ekki eitthvað svona rað. Mér er svo gaman að nú er ég jákvæðgæn, ég er að peppa. Já. Skilur. Já, ég er vanur þessu maður. Ég er alltaf eitthvað að ranta maður. Ok, hvernig á klassa drusla? Já. Það er myndin sem veldir. Fyrir ekki ef að leikarinn er að horfa eða eitthvað, þá bara biðist ég afsökunar. Þetta er ekki persónulegt? Nei, alls ekki. Þessi myndi var bara ekki fyrir þig? Nei. Ok, númer 8. Bring it. Í hvaða kvikmynda heimi væri þú til að búa í? Ég er að segja það. Törtla heiminum. Nei, það var glata gískjaði. Herru, Trailer Park Boys. Hefur þú séð það? Nei. Ok, það átt að missa mjög miklu, sko. En ég var samt, sko, þegar ég var alltaf að reykja gras. Það dreymdi mér að vera þannig í þessum trailerparki með þeim og hérna að búa bara í bílnum mínum og rækta einhverja blöndur og lifa á einhverjum smáglæpjum, sko, og mér fannst þetta að vera svo, ég er að segja það var svo, og ennþann í dag þegar ég horfði að því að þú veist, þeir ná þessu eitthvað svo fokkin vel, sko, þeir ná ábyrgð á leysinu og þessari svona og þessum flótta við ábyrgð svo ógeðislega vel í þessu þáttum og ég tengdi svo ógeðislega mikið við þá að ég einhvern veginn, þú veist, og ennþá dag í dag það bara, ég get, þú veist
ég horfi eiginlega ekki á þess að þætti lengur af því ég eitthvað að reyna að þroskast inn uppi, sko. Þessi þættir einhvern veginn svona, eru bara svona andstaðan við það, sko. Ég bara svona, djúvill þetta næs, maður, bara, þú veist, að brjótast einhvers staðar inn og stila einhverju og selja það bara og svo bara, bara lifa bara á einhverju grasölu og þú veist, eitthvað. Ok, þú hefði getað valið Lord of the Rings heiminn, þú getað valið Jurassic Park, þú getað valið Harry Potter, jafnvel, en þú valdir að búa í hjólusikari. Já, í Kanada, sko. En þú gæti talað sér gert það fyrir í dag. Já, en þeir ekki ekta. Ja, þú myndir vel að vera hanga með þessum gaur. Já, ég tengi svo sterkt við þá, sko. Ok. Svona, já. Og ég held að flest allir, sko, sem hafa verið í þessu neyslubulli og þessu flótta við ábyrgð yfir höfuð. Þeir horfa á þessa þætti, þá vita þeir hvað ég að tala um ábyggilega. Ég á það 2 vini. Já. Þeir dýrkast það þetta. Já. Þeir alltaf að tala á. Eru þeir, bótaþegar eða eitthvað álíka? Þeir eru mjög fínir og mjög svona skýrir. Já. Nokkurn veginn. Já. Þeir eru með svona ágætt smekk. Á háum bótum. Þeir eru reyndar að vinna. Já, ok. Ok, Trailer Park Boys. Trailer Park Boys. Ég þekki að fara að kíkja á þetta. Ég er að segja það, 1. til 7. sería. Þetta er besta sjónvarpsefni bara sem ég sé á ævinni. Svo tekur Netflix við þessu þáttum. Og þetta verða Netflix þættir. Þá verða þeir eiginlega bara ömulegir. En er þetta ekki grín? Jú, þetta er grín. Ok. Er þetta alltaf Netflix? Já. 1. til 7. sería. Ok, ég ætla að gefa þessi séns. Sjekka á þessu. Númer 9. Þetta er nú spurning fyrir þig. Ok, hvað var hún aftur? Hvaða bíómynd fílar þú sem inniheldur allavega 1 lag sem þér finnst vera að gegja? Ok, nú ætlum ég að humma lagið og þú ætlum að kíska á minna. Nei, ég ræðilega svona. Braveheart. Já, maður! Hún er geðveik. Þú er glaður. Já. Það er geðveik mynd. Horfðu andan, ég fer alltaf næstu að gráta í endan, sko. Veistu það, ég líka. Þetta töluðu við kannski hana hérna síðast. Varstu ekki að horfa aftur á þáttur okkar? Ég kláraði hann ekki, sko. Nei, ok. Ég ger eitt, sko, að því að ég var að fá hana hvolpana. Ég þarf stundum að skilja hann eftir heima á daginn. Það er kannski ástæðan yfir því að það eru svona mörg place á þessu þætti. En þá setja ég hann þátt í sjónvarpi svo hann heyrir röddina mína. Og svo fer ég, sko. Þess vegna þáttur hann svo vinsæll. Já, ég er bara gert þetta 10 sinnum kannski. Hann er komið held ég 600-700 views, þannig að það getur ekki verið bara hvolpurum að kenna. Nei. En ok, Braveheart. Nei, ég man ekki þegar við tala mikið um hann síðast. Mér ámar eitthvað, ég hef sagt eitthvað, ég fyrir alltaf að stjóða gráti síðast aðrið, þá hefur þú sagt eitthvað, sko. Það getur verið. Svo erum við kannski endtökum núna. Já, en allavega, þessi myndi ekki. Og það eru, þú veist, og við fórum yfir, 8 Mile, við fórum yfir hana alla síðast, skilur, 2 sinnum. Ég ætla að sjá hvað þú myndi velja hana, nefnilega. Já, þú veist, þá hefði ég verið glataður. Þá hefði ég verið glataður. En hún er að heyrðu, já, ég glemdi að skrifa hann niður, samt. Þessi mynd er eiginlega aðal, samt. Hustle and Flow. Fílar hana? Fíla ég hana? Nei, mér finnst þú geði. Hún er fucking sturluð. Já, ok. Hún er bara, ég er að segja hana, hún er svo ógeðislega góð, hún er svo eitthvað svo, ég veit það ekki, ná bara einhvern veginn svona andanum svo ógeðislega vel í þessari mynd, þessu ströggli hjá þessum gaur, eitthvað seljandi einhverja konur, skilur, og bara strögglandi til að lifa af, skilur, í einhverjum, þú veist hvað á þetta að gerast, í einhverjum svona... Þetta ekki ekki í Tennessee eða Memphis? Memphis, jú, ég held það. Og þú veist, ná svona hítanum gett vel, þú veist, og allt, ég veit það ekki, þú veist. En þá ætla ég að spyrja þig einu, að ég dýrki þessa mynd. Mér finnst það sem fló geðveik. Ég gleymi ekki sá hana fyrst. Ég keipti hana bara, það bara blind buy. Hafði ekki séð hana, panta hana bara á netinu, DFD, sett henni tækið, horfði hana einn og ég var bara, þetta er geggjum mynd. Sýndi bróðinu hana, ég sagði þú verður að tjekka hana, hann fílar rap. Hann horfði hana í því hversu oft, sýndi miljón vinur sinni þessa mynd, bara allir dýrku hana. Flott löginni, er það ekki frumsamin fyrir mynd? Ég held að þessi gaurin eru í 3-6 Mafia sem gerir þessi lög. Þeir gerir lögin, já. En leikarin, hann rapparaði í alvörinu. Já, Terrence Howard rappaði í rauninni myndinni. Mér finnst það geðveik. En svo hef ég heyrt, ég ætla að fá þitt álda þessu. Ok. Sumir, bara gæjar sem ég þekki,
Ég skil á einhverju liti, en þeir eiga alveg pínu erfitt með það, því hann mellu dólgur. Já. DJ, karakterinn hans Terrence Howard í Já. Þeir eiga rosalega erfitt með að halda mann. Já, ok. Skilurðu? Já. Ég skil það alveg, að einhverju liti, en ég næ bara alltaf að aftengja, af því mellu dólgur er alveg náttúrulega bara ógislegt, en ég bara horfa á þessa bíómynd og ég næ að tengja við hennan gæja þó hann sé þetta. Já, sko, auðvitað þetta rangt að gera þetta, en ef þú setur þig kannski í spor svona manns sem alinn upp í svona aðstæðum, skilur og kannski einu fyrirmyndina sem hann hefur haft alla ævi eru gaurar sem hann að standa í þessu, skilur þá einhvern veginn, þú veist Sýnir þessu einhvern smá skilning, eða? Já, algjörlega, sko og ég meina, þú veist það rangt að selja eiturlyf en samt einhvern veginn, sko hélt maður með Al Capone Al Pacino. Já, ég minna honum þú veist, og það margt rangt, skilur en hérna En ég var alltaf að lita á Hustle and Flow eins og ég skil þetta alveg en ég var alltaf að lita á Hustle and Flow ekki sem að hann sé dópsali og meðaldólgur eða bara rappari ég var alltaf að lita á þessum mann sem hann elda þessi draumur sinn og ég get tengt við það Já, en þú veist burt sér frá því hvort að maður heldur með honum eða ekki þú veist, þá bara ekkert verið að skafa einhverju, það ekkert verið að fínpúsa hlutina, skilur, svona þetta bara, skilur Já. Og þetta bara, þú veist, já og það má líka bara stundum alveg sína sannleikan, skilur og ef að fólk, þú veist ef það fyrir brjóstið á fólki, þá getur það bara að fara kveikt á sínum barnatíma einhvers staðar annars staðar, sko En það sem þeir eru voru að segja þeir eru erfitt með það, því hann aðalkartinn og þú átt smá svona, finnst mér að halda með honum. Þú vilt að hann nái að gefa út þessa rapplötu, þú vilt að meiki það. Já. En mér líður alltaf þannig. Já. Og ég hélt með honum. Já. Í samhenginu af þessari mynd, þá hélt ég með honum. Myndin náði mér þannig. Þó að vera að gera ógislegt. Sko, ástæðan líklegast að við tveir erum eitthvað siðlausir. Það vantar eitthvað siðferði hjá okkur. Eða, þetta var vel skrifið bíómynd. Já, þetta er bara bíómynd, skilja. Já, nákvæmlega. Ok, þannig þetta truflaði þig ekkert? Nei, blessaður ertu maður. Þegar varst þú geggju? Ég varst þú geðveik, sko. Já. Ég meina, allir þessir fokkin rappara sem maður hefur litið upp til, þú veist, í gennum tíðina, þú veist, þetta eru flest allir einhverjir fyrirrænandi afbrotamenn, skilju. Já. Fíkniefnasalar. Já, það reyndar alveg. Já, það góð punktur. Hustle and Flow, var það pikkið frekar en Braveheart? Já, eiginlega. Áttu uppáhaldslag í Hustle and Flow? Þau eru þannig tvö, Whoop That Trick og það er svo ekki. Æ, sem Gjalla syngur hana. You know it's not out here for a pen. Já, geðt. Það er líka svo geðveik atriði þegar þeir eru að taka þetta upp. Maður einhvern veginn svona kemst inn í, sko, maður kemst einhvern veginn inn í hennan anda með þeim einhvern veginn, þú veist. Já. Ég veðrast allir upp bara við að maður sér svo mikið að þetta að gerast á staðnum, skilur, þótt sé leikið, en þú veist, og líka það að maður hefur verið í svona aðstæðum að gera eitthvað lög og svo akkurat, þú veist, hitti maður á eitthvað sem geðveikt og maður þarf að halda því, skilur, svo þetta fari ekki, og þeir ná því alveg geðveikt vel í þessari mynd, sko. Ég 100% samanlega, ekki það. Slökkva viftunum og biðja nágrannunum að lækki sér, skilur, svo ég geti tekið upp þetta lag, eða tekið upp þetta demo, skilur. Og líka bara eins og með hann er að reyna að koma sér á framfæri, hann lætur Skinny Black sem Ludacris leikur og reyna að láta hann fá demóið sitt þá með þess að bara á kassettu hann svo mikil underdog í þessari mynd og maður tengir oftast við eitthvað svona underdogs maður heldur með þeim en ég veist geðveik og geggjur löginni ok, nummer 10, við klárum það hvað bíómynd elskar þú sem annarkvort ógeðsleg eða náða að hræða þig? Já, sko, fóru yfir allar þessar horrormyndir hann að síðast, eða? Jú. Ok, ég get bara nefnt 2 myndir bara sem fokkuðu mér upp, skilju, bara í æsku. Ok. Og það Blair Witch og The Ring, skilju. Ok. Það bara svona, þú veist, ég gat ekki sofið mér loka indi mín bara í 2 ár eftir að ég sá þessa myndir, sko. Og hvað finnst þú ógeðslegt við þar?
eins og með ring, fannst þú ógæst þegar stelpan kemur í sjónvarpinu? Það fannst öllu það ágæslegt. Svo bara einhvern veginn, mér finnst bara meiri segja sko vídeospólan sjálf og það sem á þessari vídeospólu, þegar ég sé það ennþá dag í dag, þá fæ ég svona, það er eitthvað trublað við þetta sko. Þetta er ekki eðlilegt. Það er eitthvað svona rám. Já, en samt er ekki rangt í gangi þannig. Þetta er bara einhver kettling að greiða á sér hárið og hvað var það fleira? Einhver stíi að detta og stóll eitthvað sem snýst í ringi. En ert þú að tala amerísku endurgerðina eða upprunalegu japansku? Amerísku. Japanski er verri, sko. Þá er ég að tala upp á ræðana. Aha. Ég sá nefnilega bandarsku. Það er kannski bara ár síðan. Aha. Já, ég sá japansku þegar hún kom út. Hún fokkaði mér upp verulega, sko. Þetta var svolítið þannig á þessu tíma, það voru sko bandaríkjamenn að endurgera svona japanskar hryllismyndir. Allar japansku hryllismyndirnar. Hvaða fleiri myndir voru? The Grudge, Dark Water. Já, Dark Water, maður. Elisa Lam, hefur það heyrst það mál? Er það að tala kona sem að hverfur ykkur í lyftu eða eitthvað? Já. Er það sem er á Netflix núna? Já. En ég held ekki bara eitthvað kjaftaði, var hann ekki bara veik þessu kona? Bara geðra vandamál og eitthvað, var það ekki bara svoleiðis? Það var ekkert eitthvað svona draugadótt eða eitthvað. Tjekka á þessu þáttum. Mér finnst þetta mál mjög áhugavert, sko. Er það? Já, ég meina að þú veist, já, það er það, sko. Það gerðu fokkin heimildamindir þetta, þú veist. En þetta er serið, eða ekki? Jó, ég held að. Ég er ekki búin að horfa á þetta allt, sko, en ég þekki alveg málið út í gegn, sko. Já. Ekki búin að vera YouTube þetta, skilur. Og er þetta áhugavert? Mér finnst það. Eða er ég að fara að horfa á þetta og segja sem bara, nei, hún er bara... Allir sem tjekka á þessu máli finnst þetta að vera áhugavert. Þannig ég mæli með því. Ok. En vill það meina að þetta sé eitthvað svona yfirnáttúrulegt í gangi, eða? Ég veit það ekki maður. En ég er að segja það... Er það tísa með núna? Ertu hann að gera mig spenntan? Nei, ég er samt að segja, sko, þú veist, hefur séð vídeó af henni í lyftunni? Já, hefði sér skringilega? Þetta er bara fucked. Þannig með hendunar eitthvað svona, þú veist, ég er að segja það, þetta er viðbjöður, sko. Það er eitthvað spooky í gangi. Ertu að segja þetta sé eitthvað í gangi? Eitthvað skrítið? Já, heyrðu, hún fannst í einhverjum vastangi á einhverju þaki, skilju, byrja að rotna og þeir fundana af því að vatni sem hótelgestinni voru að drekka var eitthvað skrítið á bragðið. Þannig að þeir tjekkuðu upp í vastanginu og þar fannst þessi stelpa sem hafi verið búið að leita að allan tíma, skilju. Og er engin svona áverkar eins og okkur? Nei, mér minnir ekki, sko. Ok, ég þarf að kíkja á það. Já, tjekka það. Þú náður að segja mér þetta. Já. En þá verð ég aðeins að spyrja, ég held að við ekki tala mikið þetta síðast. Ok. Ég er kannski að horfa aftur þáttun okkar. En sem þetta er drauga. Já. Trúar að drauga. Vorum við þetta síðast líka? Ég held þetta sé nákvæmlega, ég held þetta sé nákvæmlega sami tónn í röddin og allt. Trúar að drauga. Ég er fann að endurtaka mig máðanbla, ég er fann að gefa út núna Mér til varnar. Mér til varnar svolítið síðan að við hittumst. En ég tók núna upp þátt daginn og ég er fann að gefa út núna bara bráðum, svona horror þátt. Já, næs. Og það er með 2 stráka. Annar var með svona draugasögur, bara hann trúði ekki drauga, svo lenti hann í einu og byrjaði að trúa. Okay. Þannig að þetta er svona fast í hausnum á mér núna því ég er nýbúin að vera að klippa þann þátt. Af því við vorum að tala eitthvað skrítin atburð hann á þessu hóteli. Ég manst ekki hvað það sagðir. Hvort þú trúir drauga eða ekki? Já, ég trúi drauga, sko. Já, þú trúir það? Já, manst ég fór að segja þér hann að ég er alltaf að horfa á hann á Top 5 á YouTube, eitthvað hann Paranormal Activity. Man ekki neitt. Nei, þú veist. Þetta er svona, þú veist, þetta er bara hljóðminni mitt, sko. Já, það er svona manni í þetta, sko. Já. Þú kom svolítið seint í þættinu, þannig ég er ekki búin að sjá þetta, þú veist. Þeir að kveikja fyrir kolpi minn, sko. Það nægi þessu aldrei, sko. En þannig að þið sem eru að hlusta, eða horfa núna þennan þá, þið verða að afsaka það að ég skilti að hafa spurt Hauk aftur að því. Nákvæmlega sama spurning, með nákvæmlega, sko, sama tóni og sami svipur. Já. Trúar að drauga. Mér finnst það bara ekki eitthvað áhugavert topic. Já, þetta er það, sko. Ég meina, það er alltaf gaman líka, þú veist, það er eitthvað við að spá í þessu, sko. Þetta er eitthvað spooky, sko. En því mér finnst líka áhugavert þegar ég spyr fólk að þessu og það segir bara, nei, ekki séns, trú ekki að drauga. Þetta er bara allt gert það. Mér finnst það líka áhugavert. Já. Að þeir sumir trúa bara ekki á neitt. Já, þetta sagði líka nákvæmlega síðast og þá sagði ég ekki. Þá sagði nei. Og þá sagði líka hérna, og þeir trúi ekki einu svona að þeir séu með sál. Og ég sagði ekki, nei. Og mér finnst það að vera svolítið leiðilegt.
Og þá segi ég, já, það verður að vera einhver rúsína. Veistu það, ég ætla að klippa þetta úr þetta með þessum. Nei, ekki gera. Ekki? Nei, þetta er fyndið. Ég er svona að djók, ég klipp ekki neitt. Mér er alveg sama. Og fólk sé eitthvað, þú spyrir hann eftir þessu. Þeim er bara fokka sér. Ég líka, þú veist, hvað er ekki 5 mánuði sem við hittumst? Jú, eitthvað svo leiðis. Ég veit að milljón manns. Úlfur var ekki komið til mig, sko. Nei. Varst ekki komið greininguna? Nei. Ég er bara álið með þá heimskan. Varst ekki búin að gifta þig? Nei, heldur ekki búin að gera svona. Ekki búin að gera, já, ég er náttúrulega ekki búin að gefa plötuna. Nei, en hún er detti í hús. Já, detti í hús. Heitir Óreiða. Já. Hvað er komið þarna á plötunni? Ég veit ekki, þú veist. Er eitthvað svona þema? Er það hann að segja eitthvað með þessar plötu eða? Nei, sko, ég var stattur, sko, þetta er svolítið víkingalegi stafir, sko. Já, mitt. Ég var stattur, og svolítið víkingaleg mynd líka, sko. Ég var stattur hérna, ég var ekki stattur, ég var að taka ég var í fjarnámi, sko. Já. Í íslensku var ég einhverju goðafræði, sko. Og þetta var eitthvað menntaskólinn á Tröllaska og það var eitthvað lokaverkefni, mátti vera hvað sem er og ég var eitthvað, fuck maður, hvað hef ég fucking gera maður, var eitthvað að tala við félaga minn og hann eitthvað, gerðu það svo þú gerir best, gerðu bara rapplag og ég eitthvað, já, getur verið svolítið sniðut, þannig það er eitt lagana sem heitir Askur Ídrasir, sem er hérna svolítið víkingalag, sko, og það var líka með síðustu plötu, það var langað mér að hafa svolítið, ekkert hallarislegra en þegar íslenski rappar er að reyna að hafa eitthvað svona New York þema, eitthvað svona, þú veist, kveiki einhverju ruslatunnum og rappum einhverja byssu, sko, mér langar að hafa þetta svolítið íslenskt þema og vera svolítið stoltur af því að koma frá fokkin Íslandi í þessari náttúru, skilur við, og hérna, síðasta hét Eyðibýli. Einmitt. Það er svolítið íslenskt, sko. Þannig, já. En þú haldið það? Já, þú veist, það er það sem að gera íslenskt rapp sérstakt. Hefur eitthvað hugsað um að því að Kíló, góðu vinur þáttarins, hann rappar á ensku? Já. Hefur eitthvað pælt í að rappa á ensku eða hefur bara engan áhuga? Ég væri til í að, þú veist, getan er bara svo rosalega, sko, ég er svo góður á íslensku og ég er svo vanur í að vera svona góður og ég er ekki nærrið að góður á ensku og ég, þú veist, íslenska er tungumar sem ég hugsa mig og tala, skilur, tjáu mig út frá. Þannig, þú veist, meika með sens bara að þú rappar á íslensku. Já, og það er eiginlega ekki heldur eitthvað hallarislegra en einhverju íslendingur sem er að reyna að rappa eitthvað á ensku og það kemur svona íslensku hreimur. Já. Kíló er nefnilega ekki þannig. Hann er alveg svona með bandaríska hreimskilur. Já, hann líka ólst upp í Bandaríkjunum og hann er með eitthvað tengingu við Bandaríkjun. Já. Og hann er með talað að hún veist bara auðveldarinn að tjá sig á ensku. Já, ég hef heyrt það, sko, frá fólki sem hefur alist upp á Íslandi en einhvern veginn, sko, talar við hvort annað ensku, einhver ungt fólk. Alist upp á Íslandi? Já, þetta er ungt fólk að byrja að gera þetta í damaður, tala við hvort annað ensku bara. Já, ég meina þú ert Íslandingur, en þú talar samt ensku. Það er bara þitt tungumál sem þú talar frekar en íslenska. En það er aðalega ungt fólk. Já, það er aðalega ungt fólk. Það er ekki tala um YouTube-kynnslóðin. Jú. Þau segja, sko, enskan er bara miklu einfaldara tungumál. En það er líka, enskan er svo mikið í kringu. YouTube, Facebook, Instagram. Já, hún er náttúrulega bara allstar, sko. Já. Snapchat, tölvuleikir, Minecraft og allt þetta. Já, Minecraft maður. Já, tengið við tölvuleikin. En þetta er orðið svo mikið á ensku. Þetta er alltaf ensku. Já. Þannig að krakkar í dag, þeir alast bara rosalega mikið upp við enskt tungumál. Já. Algjörlega, en það er líka það sem gerir íslenskt hip-hop svona sérstakt, það er þetta tungumál. En hlusta þú á sjálfur, hlustar á finnstrapp eða norstrapp eða... Nei, sko, ég er ekki alveg nógu duglegur að kynna mér það, en maður heyrir alltaf, ef rapp er gott, þá heyrir þau bara, skilur, ég hlusta ein minn uppáhalds rappgrúpa Het Verset. Þeir koma frá Hollandi, ég skil ekki raskat hvað þeir segja, en ég bara finn bara einhvern veginn flæðið og rattbeitinguna og bara feelingin og orkuna sem þeir koma með, skilu, og þannig stundum rappa ég með, skilu, þótt ég veit ekki hvað ég er að segja. En þannig að ef þú hlustar á, eins og þú segir, þetta er hollensk hljómsveit, viltu að frekar að þeir rappa á hollensku, heldur en að rappa eitthvað ensku? Sko, ef ég ætla að hlusta á að rappa ensku, þá hlusta ég bara bandarískt rapp. Já, mitt. Það er það best, skilur. Hlustar mest á bandarískt rapp? Já. Það hlusta mest á ensku, en rapp á ensku? Já. Ég meina, það er til, þú veist, bönns af því, maður. Það er að takmarka magna af íslensku rappi, skilur. Hvernig finnst þér íslenska rappar að vera svona yfir höfuð?
Þeir geta verið góðir, geta verið ömulegir, skilju. Mér samt íslenska rappið eins og það í dag, þetta bara orðið poptónlist eins og við komum inn á síðast. Þetta bara orðið poptónlist, þetta ekki lengur sko, rapparar voru alltaf outcast, skilju. Eins og ég upplýði mig, skilju. Þetta meira svona mainstream í dag, þannig það. Já, nú eru vinsælu krakkarnir byrjaðar að vera einhverju rapparar, skilju. Já, þeir rappir orðið svolítið frekar stór. Já, þannig og þetta er líka orðið, sko, tónlistir sem er á þessu myndi ekki fá einhverja útvarpsspilun, skilju. Þetta er bara lyrical, brutal, hardcore hip-hop, skilju. Þetta er ekki þetta pop-sull sem er í gangi í útvarpinu. En er ekkert verið að spila mikið af þessu tónlistin þinni? Í útvarpinu? Já. Bara ekki raskat, sko. Og er það út af einhverjum textum eða? Já, ætli það ekki. Og svo, þú veist, fyrir þetta ábyggilega eftir hvaða manneski maður þekkir, skilju. Ég man, Þröstur Johnny úr Mínus, hann var eitthvað voða, fannst gamla plata mér verið geðveik, sko. Fór með hann til hann að Frosta á X-inu. Frosti sagði þetta væri eiginlega of mikið rapp, sko. Já, ég skilji. Þetta selur ekkert svona eins og hitt. Þetta poppa. Nei, ég held ekki, þú veist. Og ég alveg sáttur með það, skilju. Ég vil bara fá að gera þessa hluti, skilju, og vera þá bara lítið þekktur, en þekktur fyrir þetta, staðan fyrir að vera eitthvað mikið þekktur og þekktur fyrir eitthvað drass sem bara mér langar ekki að vera þekktur fyrir, skilju. En, ok, nú, ég vona ég ekki spurt þessu síðast líka. En ef ykkur kemur til, myndir bjóða bara Sandarsælum. Það er alltaf verið að spyrja mig, Sandarsælum en þú þurftir að gera mumble-rap. Eða svona, þú þurftir að gera svona pop-rap. Myndir þú gera það? Já. Sko, spurði ég þessu síðast? Nei, en þú veist, ég fengi þessa spurningu oft áður, en svarið mitt, eins og ég bara líti á þetta núna, þá myndi ég allan dagi segja nei. Ég veit alltaf vera sannu sjálfur mér. Ég skil mig. Og en svo veit maður ekkert hvað maður myndi segja að það væri bara, þú veist, $10 million eða fyrir framann og maður þyrfti að gera eitthvað glatað drasl, þá myndi maður ábyggilega bara segja, ok, gera það bara. Breytum listamann með eitthvað, setja svo grímu. Það er kynskipta að gera. Þú ert með slitt og tattoo, getur sett að þeir eru alltaf með grímur. Já, það er alltaf með grímur. Getur þú frægur þannig? Já. Herra, ég gerur slúttursökur. Jú, maður. Hvað getur ekki fólk fundið á Instagram? Hvað er það ekki? Haukur? Ég er búin að loka öllu, Facebook og Instagram og Du skjátt það. Nei, er það tjóka. Ég var líka bara, ég var líka að tala það á Instagram. Jú, Haukur há bara allstar, skilur, Facebook, Instagram og svo er ég að byrja með TikTok líka. Hvað ert að gera það? Ég er ekki að sjá fyrir mér því dansa og eitthvað. Þetta er svo glata og ég er að segja það. Þú veist, já, það er fullorðið fólk að þessu, skilju. Að dansa, þetta er bara viðbjöður. En ég er að posta einhverju rap tengt og þannig, skilju. Ok. Eitthvað að reyna að hæpa ferilið minn, skilju, eitthvað. Bítur heima yfir. Já, sko málið er að ég hef búin að heyra með þetta TikTok-dæmi. Því ég er bara Instagram með podcastið og Facebook. Og maður er ekki búin að segja mig, fara á TikTok. Já, gera það. Fara á TikTok, fara á TikTok, fara á TikTok. Meira segja, ef þú gera það, þá bara, þú veist, tekið einhverja klippi hérna hjá okkur og ég bara takka þið, skilju, og þannig að reynir að fá einhverja followers, skilju, eða eitthvað. Já, málið er, ég er búin að stofna TikTok-account. Ok, býtur þú, var ég ekki að followa þið? Nei, ég er ekki búin að setja neitt. Þá allan hefur ekki séð neitt. Býta aðeins. Ég er ekki búin að gera neitt. Ok, þetta verður að loka, því að ég mynd persónabíu hérna. Mér minnir að ég hafi hérna Adda mér á TikTok. Bíó, blaður. Nei, kannski er þetta bara eitthvað ímyndun hjá mér. Nei, þú ert ekki hérna. Nei, ég er ekki búin að gera hann. Ég er bara stofnaðan. Ég er ekki búin að setja eina mynd eða... Já, gerðu það maður. Það er sem ég hef heyrt. Ég ætla að prófa. En ég er bara svo gamall maður. Herru, slúttum þessu, Haukur. Þú kláraði vatnið á núleifni. Já, sveitturinn. Já, það var svo heitt. Takk hérlega fyrir að koma maður. Já, takk fyrir að fá mig.